Já, komið sæl og verið velkomin í þessa útsendingu af stórmeistaramóti ljósleiðarans. Í kvöld mætast Vega og Saga í vonandi spennandi leik. En já, eins og þið sjáið þá aðeins öðruvísi kynnir hérna heldur en venjulega og headsetið á fullu og haustum á mér og eitthvað. En ég ekki einnina með ykkur í dag, en hann líka með mér hann sérfræðingurinn sjálfur, Jói Shine. Blessaður, hvernig líst þér á hennar leik? Mjög vel, ég held að þetta sé mjög góð leikur. Það var spurt út í hvaða leikur þú sína og vildi pottet sína þennan. Já. Tvö mjög jöfn lið og við skiptum stúdíón upp svona, þú sér einn mæti mertur, ég næ ekki að vera mertur en ég skal halda upp í Saga sko. Já. Þannig sko. Einmitt svona, svo fá kamerun aftur á mig hérna. Já, eins og þú sjáum þá ég mertur öðru liðinu, þannig að ég vissulega svolítið litaður eins og oft áður líka. En já, eins og Jói segir, þá ætlar þú að taka svona sögu hlutan af þessu og vera virkilega... Ég get alveg peppa með Breka Mozart og félaga sko. Já, það ekki. Peysan eins og að geðið flott. Það ekki. Með ég það sko. Já, sína líka aftan á hérna. Stendur Vika niður og svona. Mjög flott sko. Já, alveg. Geggjað. Alveg hönnun sko. Leggja smá í þetta. En já, þetta viðureign, við erum í Swiss systemi. Ég aðeins að koma að þessu móti svona utan, ég ekki búin að fylgjast rosalega mikið með, en þetta eru liðin sem eru komið núna 2-0 í Swiss systeminu og hvernig er þetta búið að fara hjá þessum liðum hingað til? Þetta er advancement-leikar, liðið sem vinnurinn kemst áfram. Saga eru búin að vinna Hyper og Dusty. Tóku Dusty var alveg eiginlega bökuð allan í fyrsta mappi 13-3 eða eitthvað og svo setna mappi Overtime. Vega tók Neista, töpuðu mappinsar, 2-1, töpuðu Nuke og unnu svo í seinni leiknum á móti Fylki núna og fóru held ég einn Overtime þar. Þannig að en bæði þessi lið Neisti og Fylkir eru mjög fín sko. Þannig að þetta verður bara held ég mjög skemmtilegt í kvöld. Það verður kannski gaman að sjá bara line-upin, taka í gegnum hvernig rostinu líti út núna. Þeir breytast alltaf á milli. Ef að byrja á að fara yfir kannski Vega line-upið. Bara. Ef við erum með þá grafík, hérna höfum við lið. Það Virus, Vanker, Rex, Serk og Deathcake. Já, hvað Vantar bara Einar Sim þannig einhvers stöðan á milli eiginlega sko. Það ekki. Með Vankerinn, Deathcake og Virus og en já, skemmtilegt line-up og Vanker að spila í kvöld. Ég held að í seinasta leik hafi verið með annan inn í line-upinu, Birni. Já. Hann spilaði í seinasta leik hjá þeim. Einmitt, þetta búið að vera svolítið svona skríti hjá Vega undanfarið. Náttúrulega, Deathcake þannig sé líka sub, allt í niður bara Furious horfin af yfirborði jarðar og erfitt að ná í hann. Þannig að þeir eru búin að vera svona, eins og segir, Birni kom inn, átti flottan leikarna á móti, ég held að það hafi verið Neisti. Mjög þægilegt að geta slotta Birni inn í allt, sko, þannig að það virkar. En þetta þeir voru mjög góðir í vormótinu, eiginlega frábærir, sko. Komur mjög óvart hversu góðir voru þar og lítið út bara fyrir að vera eitt og heldur í mjög svipið line-upið, þannig að þeir eru alveg sigurstranglegir bara hérna enda líka komin í þannig leik, þannig að þetta eru svona, ég myndi setja Þór algjörlega sem favorites, sem þeir líta langbæst út, sko. En svo koma þessi lið held ég og verða í rauninni líklegast í baráttunum að komast í úrslitaleikin sko, með hvernig að lita út hingað til sko. Líka, já, bara mótinu heild sinni eftir þessa frammistu í þessu vormóti, þá Vega klálega favorites, eins og þú segir, svona eitt af þessu liði sem á að komast í úrslit þannig að segja. Já, algjörlega. Og líka, hvernig þið fundist til dæmis söpinn, Deathcake? Mér finnst þetta ekki hvít sko, hann gaman mjög oft einn eftir í klötsunum sko, hann akkir mikið sæt hana sko og kemur það seinna eftir og ég sagt einhvern veginn útsendingu hann bara svona hann kann bara á FPS-leiki sko, það bara svona eitthvað naks þegar hún nærið á það spilur fullt að Counter-Strike að hann kann það allt sko, svo bara misjant hversu ryðgað eimið eða þannig sko, en það alltaf gaman að sjá það og ég alltaf hrifin að hvernig ég spila sko, veistu hver að kalla nákvæmlega núna svona mest, eða Maggi Sörk, það rétt, hann myndist einhvern tímann á það, hann kallaði. Já, okay. Það einmitt sko,
ég held að sé allir sammála það, við viljum ekki hafa vírus að kalla. Það alltaf bara, þú veist, hann næri ekki alveg að fókusa á að vera vappinu og kalla á saman tíma, sem líka svona, það mjög óþægileg staða að þurfa að gera það. Já, það mjög erfitt og Sörk náttúrulega mjög svona, ég veit að hann fylgist mjög mikið með Counter-Strike, þá líka up to date með mikið af dótunum sem að svona nýlegu og þannig að það meikar alveg sens þegar hann sagði það að maður kalla. Já, metnaðfulli leikmaður líka Sersk. Já, mjög svo, búin að vera bara ofboðslega góður, eiginlega bara allt sem hann fer núna í síðastlega kannski 1,5 árið þá hann alltaf verið óbúslega góður og bara tekur miklu framförum sko. Einhver orðum Rex? Hann mjög fínn. Hann mjög fínn sko, en mann eftir þess að hann kom hann með hinum strákunum, pressa og dópast á þeim inn í deildina og svo allt í bara einhvern veginn hvarfan. Já. Kom svo aftur bara í þetta vekalið bara svona upp þurru og leit bara strax mjög vel út sko. Þetta svona ungu leikmaður sem svona kannski var stökkið aðeins og hátt fyrir hann að fara upp í úrvalsdeildina á sínum tíma. Já. En núna hann virðist að slotta vel inn í þetta lið og að spila bara skilur sama leveli, jafnvel í mörgum leikum bara hærra heldur restina af liðinu sínu. Algjörlega, hann bara svipað eins og við talaðum við senast úttöku með Elís Tór gæjan í VL-liðinu núna, svona gæi sem maður hefði ekki heyrt en þannig hann lítur ekki á þetta place, hann bara, þú veist, hann passar bara mjög mikið í liðið og hún skila mjög fyrir tölum og svona, þannig að þetta vekalið bara lítur mjög vel út sko. Það væri gaman að fá bara sagaliðið kannski upp Já, þannig að Veka ekki bara að spila sjálfum sér í kvöld, heldur mæta þessu mjög öfluga liði í sögu og það ein breyting frá því manningunni voru í World-deildinni, alltaf frá síðasta tímabili. Já. Og það hann Mozart kemur inn. Já, Mozart kemur inn, þeir spiluðu í vormótinu með, held ég, hvort þeir voru með þess og svo voru líka með einn en hafa verið að spila, þetta í rauninni alltaf bara eiginlega þetta svona höttur og saga mashup einhvern veginn núna. Og þetta alveg, þetta line-up mjög sterkt og í rauninni, sko, ef við til dæmis horfum bara eins og Face-It-dílóði, sko, að þá þetta einna hæsta, Mozart og Wizard eru báðir 2-3K mjög stable sko. Já, okay. Mozart var daginn bara hæstur á Íslandi sko. Já, okay. Þeir eru mjög hátt díl og þar og spila það í mjög háíl og lobbyum og það nánast það sem maður getur notað sem viðmið á Íslandi. Það bara til að fylgjast með því að liðin nota þetta þannig að það bara eins og það þannig að og þeir náttúrulega tóku þessu segi bara þetta Dusty-lið og gjörsamlega sölduð sko. Þannig að þetta sagalega lítur rosalega vel út. En svona spurningin sem kemur óhjóðkonulega upp í hugan á mér þegar ég sé þetta line-up og þetta pick-up þú veist, hver fær vappan? Mozart. Fær Mozart vappan? Já. Ég hefði giskað á ADHD einhvern veginn. Ég held, sko nú bara ekki manni eftir þetta ekki eftir að hort nákvæmlega leikmenn, en ég held að sé þannig. Ég held ég hef heyrt þannig að ADHD bara tekur það á sig, eða svo geta að spila líka. Breki getur endar sko eins og til dæmis ég myndi segja að Breki væri í term með AK bara eiginlega alveg jafn efficient á með vappan sko. Hann ógeðslega góður með AK. Þess vegna held ég að hann væri frekar að fara á riffilinn sko. En mér finnst eins og að við séum vera bara að spila ennþá vappan jafn mikið og eins og að heyrt þetta að ADHD ákvað bara taka svolega en svo getur verið einhverja póstur, svo spurning líka hvernig pósturna lenda. Þú veist, ef að ADHD er í öllum vapppóstum, hvort hann færði þessi alltaf eða hvort letuð að vera, en bara þegar þú segir, ég man ekki eftir að hafa séð bara svona leik með þessu line-upi þegar þeirra verið tveir spilað saman. En mér fannst þess að ég hef heyrt þetta bara þegar ég talaði við Breka þegar hann var að spila liðinu. En það alveg rétt að ég myndi líklegast hafa ADHD á vappanum. Já, svo líka fórhundilegt, þú veist, hvort að annar að byrja á vappanum og ef það gengur ekki vel, hvort þið switchi eða hvort að sami gauni stikki á tíman. Nei, ég held að þetta geti mjög mikið verið þannig. Ég held að þetta geti mjög mikið verið bara svona þannig sé fluid og kannski eftir einhvers konar place. Þú veist, að þeir spilið þannig. Þannig að jafnvel spóni líka og eitthvað þannig. Algjörlega, þeir eru með það efficient gæja á þessu og þannig að þetta er mjög skemmtilegt line-up og verður mjög gaman, þetta verður mjög góð leikur. Líka Viktor, svo við tölum aðeins hann síðast þessi lið spiluðu í deildinni, það var þá vantilega á venjulega tímabilinu, þá var Viktor gjörsamlega að pakka Veka saman, Veka átti ekki séns í hann. Það var nánast sko, mér langar ekki að segja live-sería sko, en það var eiginlega live-sería. Hann búinn að eiga svona seríur, tekur stundur svona risa, tók í fragmótinu hjá Jón Þór og Tomma einmitt í einhverjum undanúrslitaleika og bara með bestu 3-seríu, hvort þeir spiluðu 2-3 upp og með bara unreal stats, bara plus 30 eða eitthvað og er almennt séð mjög góður riffill. Og hann hefur aðeins verið látinn kalla í liðum og svona og ég veit að það er náttúrulega mjög erfitt fyrir mjög marga sko. Þarna myndi ég halda að ADHD sé ennþá alltaf með allavega mjög dominerandi rödd sko. Ég gerir ráð fyrir að ADHD sé að kalla í þessu liði. Já, ég held að það sé algjörlega þannig sko. Sem ætti að frelsa náttúrulega mikið upp á Viktor, svo náttúrulega Wizard og Dóm þetta stærðir, við vitum nákvæmlega hvernig leikmenn þetta eru og þeir leikmenn skilja sínu, sérstaklega Dóm finnst mér svona leikmaður sem skilja alltaf sínu, sífellt vannmeti leikmaður en einhvern veginn alltaf í stóluleikjunum þá hann að sigla inn sínum klötsum og sínum rándum. Rosalega
hátt flór á honum þó það sé ekki hæsta sílingið og færði eiginlega bara svona mjög mikið bara sömur framistöðu núrunum einmitt eiginlega sama hvað leik þú setur hann í þú veist það skiptir einhver hvort þetta sé einmitt bara einhver fyrsti leikur í deild, annar leikur í deild eða einmitt undanúrslitaleikur mér finnst ég aldrei sjá mununum og hann spila leikinn ekki öðruvís en það spila hann leikinn nokkuð svona staðla og svona einfaldar hlutina niður sko þannig að algjörlega hann verður aldrei out of place þar sko þetta svona gæi sem með þú veist ef þetta gerist þá ger ég þetta ef þetta gerist þá ger ég þetta ef þetta gerist með þessu variationi þá ger ég síðan þetta mjög auðvitað til að spila leikinn og vera svona mjög efficient sko en fróðlega sjá hvað Möpp þeir spila kannski við sjáum vetóið hérna næst sko ég myndi alltaf halda að þetta væri Saga byrja að banna þeir banna Infe eða Mirage Veka banna Anubis það bara steingelt búið að vera það í langan tíma þeir banna alltaf hvað pikk tekur Saga hérna Train banna Train ég held að þetta þörd ég ætla að giska að þetta sé vitlaust af því að þeir bókstaflega unnu Dusty í Train fyrir ekkert alltaf þeir eru búin að vera að rústa liðum í Train ég held þeir myndu pikka Train sko og þú veist, Ancient pikki á sögu Þetta Núk, það ekki, hjá Veka ok, sko, þeir töpuðu Núk á móti hérna Neista og vítóðu það á móti Fylki í seinna vítóðu reyndar sko þannig að þeir fengu val á milli en Train, ok, Dust 2 frá þeim og það seinasta bannið þá alltaf hérna Anubis hendur sér Inferno þá byrj ég sko að því að er þetta öfugt? Þetta kemur ofboðslega óvart að því að Saga hefðalega geta pikka Anubis þetta pottið öfugt það ekki? Jú, það getur enda verið. Það, sko... Jú, það hlýtur að vera. Það hlýtur að vera að grafíkin sé vittlaus af því að það meikar ekkert... Af því að Saga hefði pikkað Anubis, sko. Af því að Veka bara spila ekki Anubis. Ok, við erum að gera ráð fyrir því að Vetóið hafi fyrst verið Dust 2 hjá Sögu og síðan Anubis hjá Veka. Það líka meika mjög mikið sens að þeir fá að velja milli Train og Inf og ítaði frekar í Inf af því að Inf er hitt bannið hjá Sögu sko. Þannig að og Saga að banna Dust 2 er hérna skrítið ég sá þetta vetóin hjá Veka og ég bara trúi ekki með einu augum þeir eru búin að vera að rústa liðum í Train undanfæri sko. þannig að þetta komið mjög mikið ávart Veka bönnuðu vitlaust mapp en það helst er verið að segja okkur það meika það meika þá hefur maður ekki oft heyrt samt að svona hafi verið tekið tilbaka? Jú, ég veit svo mikið hvernig það er hvort að það ætti ekki að vera mikið mál og hefði svo sem ég nánast, þú veist, ég hefði kallað sko Ancient Núk eða sko Ancient og Train pick sem þeir ætluðu greinilega að gera og þá held ég að Núk hefði verið líka þriðji eins og þú veist, hefði make a sense, af því að bæði liðin hefði viljað það sko. Ætli þetta hafi verið Maggi Vírus gjössanlega ekki vitandi hvað hann var að gera eða eitthvað. Það er mjög fróðlegt að vita, og líka þetta standi, þannig að þá er þetta hérna, verður mjög fróðlegt að vita. Sko, þið sluppið svona við, púlið er ekki það farið í Anubis. Ég er að segja, púlið er rosalega skrítið að þetta endi svona með því að þeir gera þessi mistök sko. Ég held að Saga hafi mjög hugsað bara eitthvað, ok, það er eitthvað fishy í gangi. Það var ekki þorað að pikka Anubis. Þetta er mjög fróðlegt, en það er skemmtilegt, mappúlið er þá mjög, það verður mjög fróðlegt fyrir third map, af því að bæði lið hafa ekkert spilað þannig, ég veit að Veka gerði það eitthvað líklega meira til þess. Já, síðustu leiktíð bara síðasta tímabili, ekki mikið held ég í vordeildinni eða neitt þannig sko. Nei, alls ekki, og sko, þú veist, Saga hefur alveg gert það. Hátíðliðin dóm, þú veist, þeir kunna alveg, þannig að það er ekki alveg úr myndinni sko, en þetta verður mjög fróðlegt sko. Ancient er náttúrulega eitt við þetta líka það að Saga pikka Ancient er eitt af náttúrulega líka betri möppunum hjá Veka líka. Þannig að það er það sem er svona, það er það sem líka hefði átt að benda til að ef Anubis hefði verið flótað, þeir hefðu frekar pikkað það sko. Þessi lið samt gegnum sögun að hafa verið með mjög svipað mappúl, þannig að þetta var aldrei að fara að vera eitthvað svakalega, eitthvað svona ekki þannig. Já, það er áttina eitthvað mapp. Nei, mappúlið íslenska er náttúrulega líka mjög svipað, hjá öllum sko. Þannig að þetta eru 4 til 5 upp sem við fáum og hinn fáum við ekki mikið, en eitt af þeim sem við fáum mjög lítið og fáum það hérna í þriðja og ég held við förum í third map sko. Það væri mjög skemmtilegt að fá þetta Inferno. Ég held að sé bara 50-50. Ég held að þetta verði bara mjög skemmtileg sería og eiginlega Inferno sem þörnum geti verið ennþá skemmtileg því það verður hvorugt lið er þá á hérna algjörlega í komfortzóni. Við vitum það bara, þú veist, alveg pottitt þó að einhverju hafi spilað meira að það er líka alveg skemmtilegt. Þá sérðu menn þurfa bara svona improvisa. Það kunna allir nefnilega Inferno, það kunna allir hvernig og þannig sé að spila þú ert að svindla mikið frá þessum B-bombsite. Kannski ekki samt með utility og hreinu eitthvað endilega sko. En kant samt í rauninni hvert þú ert að henda því en kant ekki kannski nákvæmlega rétt og veist að þú hendir inn í bannan en það er enda búið að breyta því mjög mikið einmitt ef þú ætlaðir
er að til dæmis hugsa bara að þetta er eins og gamla Inferno sem getur mollað þetta. Já. Bæði CT-mollandi búin að minnka og þeir eru búin að breykka bananan líka í einu update nýlegu. Þannig að það er orðin mjög erfitt að countera bananan, þú veist, með bara 2 mollum, sko. Það er eiginlega bara að þú nærið rosalega litlu, þú veist, að covera þannig sér pláss. Terrarnir geta komið sér fyrir mjög neðarlega og haldi plássi, þannig að það er aðeins öðruvísi, sko. Það verður fróðlegt, en það verður bara mjög skemmtilegt. Þetta við og Veka var ég náttúrulega lið í fyrsta mappinu, þannig að þeir fá að taka CT í Ancientinu. Þannig að það verður fróðlegt að sjá. Algjörlega, sko. Þetta er fróðlegt vító að þetta endi svona og þeir segja, já, þannig að þeir vítóið, ég verður til að bara, þeir tali ég að vítóið rétt eins og það er fram að eins og það var framkvæmt á? Það hlýtur að vera þá, Ok. Vítóið er rétt, sem sagt, já. Ok, þá er óbúðslega fróðlegt eins og segir að þeir fá train-bannið og velja ekki Anubis og eins og segir, það gæti verið þeir eru eitthvað að butta. Það er eitthvað í gangi, þeir eru búin að vera eitthvað að æfa sig baki tjöld. Eitthvað þannig, sko. Og Anubis er náttúrulega, Anubis er, svo sem ég myndi segja það, að ég myndi ekki nú til dags vilja vera með Anubis sem eitthvað mapp-pikki mitt, af því að það er orðið þannig að það er bara ofboðslega allir spila það. Það kunna bara búið vera þannig líka bara í langa tíma. Það bara einhvern veginn, það varð svo vinsælt strax og það kom, sérstaklega einhvern veginn hjá Íslendingum. Bara strax og mappi komið mappúli, þá var það bara valið í deildinni og það var mjög mikið fyrsta sísón að bara hleyptu við allir í gegni mitt. Mér finnst allir að smá til í að spila það. En svo kunna allir að bara hafa búið að spila það ofbóðslega mikið með það þessi nýtt mapp. En þetta sögulið, eru þeir búin að vera að spila samt Anubis eitthvað á þessu tímabili og þannig? Nei, sko, þeir fóru eitthvað eða í vormótinu sem spila alltaf fullt að leikjum. Þeir spiluðu það algjörlega og það, ég myndi segja, þú veist, að mappúli þeirra... Ekki svona mapp sem þið pikka samt, kannski meira svona sem þið leifa flóta eða pikka á móti. Já, algjörlega, ég myndi segja að væri kannski í 3. til 4. í mappúlinu. Ég myndi segja, þú veist, Ancient Nuke Train líklegast og ég hélt Dust 2, sko. En allavega, ég myndi alltaf halda að Anubis væri þar og sérstaklega því að, eins og ég held að væri bara, það eru fá lið á landinu held ég sem ég veit jafn harkalega mikið hverjir eru með, hvaða bann þeir eru með og Veka. Þetta Anubis bann er búið að stikka mjög og það er svolítið sérstakt. Það er einmitt eitthvað sem Veka var oft gert í gegnum tíðina að finna einmitt þetta mapp sem allir spila og vita á það. Já, það er mjög gott til að setja menn oft í vandræði, sko. Við erum konið live hérna, Veka í CT. Ég mitt pikkuðu CT og þetta lappa upp rampin hérna. 2 smókar á terrun, það er bara exec, það er cave. Hann ætlaði þið missa aðeins á honum. Frýtt B-side fyrir sögu. Ætli 6-an horfi, ætli gærin í ramp horfi, jú það er fætt næst í rampinu núna. Þeir vita það í flankinu. Og þeir vinna báða fættir í ramp, þetta er stórt fyrir Veka. Dom nær killi tilbaka, eða Dom nær neðri gæðanum, þeir reynda með 2 í caveinu. Það kemur inn á hægurflangi Deathcake. Kittið er... Vírus er á góðu stað að koma í bak hérna. Já, Veka kláraði þetta. Veka hérna gjörsamlega að fara utanum. Saga taka bara full exec, smóka 45-una og Veka fara bara í cavein og svo missa þeir upp rampin en ná svo að loka það algjörlinni og það er, þessi bombset er náttúrulega mjög erfiður að spila hann með bara cavein. Það er ofboðslega þungt. Já, það réðst svolítið á þessum fætan í rampan sem við vorum með eiginlega í samlöku. Einn sögumar var að fæta frá rampinum og hinn var að fæta hana frá fyrir utan terspónið og þeir töpuðu báðum fætanum þannig að þetta leit mjög vel út fyrir Veka frá því. En satt gott, mjög hægt flank síðan frá Vírus sem kom bak Cave og náði út sem þessu tveimur. Algjörlega, það er kaup hérna hjá terrunum, alveg full kaup. Sýtið að henda bæði smók. Þeir taka henda þungu stöffi. Virðast þeir að ná caveinu strax. Þeir fyrir bakker. 2 á B-inu og þeir eru allir 4 á leininu. Eiga ennþá Galilinn inni. Taka miðina út hérna. Deathcake heyrir í þeim. Bakkar inn á A-setið. Ætlar að fara að hringi. Þeir koma núna hratt yfir á A-ið. Vírus þar einn eins og er. Með Colt og Molla. Já. Ok, þeir íta þeim tilbaka en þá fullt af tíma eftir og þeir eiga hérna alveg miðjuna sem að sítjandir er að hérna labba cavein en er ekki komnir þangað og Viktor er tímasendingin leðileg. Það eru þeir fyrst að hérna stiklu kóngunum sjálfur. Hér er einn 2. Dom nær einum, Dom kom með 2 kill á mökkunni og Hatti fær alveg frýtt kill. Vita Vírus. Stórt og sterk að hann er vissat. Nú er að Dom einn eftir, þetta heyri í honum.
Þetta er alveg ekki að fara í hináttina. Algjörlega var nær sörkarna þá vírusin á 9 í HP og þeir vita það. Þeir sáu, ATHD sá náttúrulega hann dingaði vírus. Risa stórt samt hjá VK að vinna þetta ránd. Grunar að Leo Deathkick viti ekki af þessu hotni þarna efst upp í einsendanna hjá Rauða. Já, lappar fram hjá þig og gjörsamlega ATHD var mjög fritt kill. Saga tekur bara sparið. Sama Dóm hefur þá náðan killi, hann náði killum þess að náðu Já, hann draf 2 með mökkunum einmitt. Hann tekur 1210 á þannig slatt pening. 4 deglur, 1 tek 9 á sögu. Vá, hann var mjög nátt. Þetta er engolinn, hann var næstu því. Sá hann vírus? Já, virðist á við síðan. Sen við síðan. Alveg pottit, Maggi steppaði þannig út og hann það algjörlega fixist á það. Geir skotinu, ATHD næri eins og skotinu eftir hann dingar hann og hérna eiga þeir rosalega óþægilegt mappkontról fyrir VK. Gæi kom í Rauða. Inn í Rauða, já. Posture upp á leinum móti bomban bakkar termegin. Hann getur haldið rótið hérna alveg mósast. Já. Ætla hann að gefa það eða hvað? Engin Armorinn. Jú, Mozart var með armor. Það? Já. Þetta leit út þess að var ekki. Ég alveg sammálaður en ég tók eftir því að hann var bókstæla mann. Ég ætlaði að kalla það upp og hann myndi þá líklegast ekki taka vappan af því hann tók armorinn. Og Vankir veit ekki af hinum. Hinn í Alubi. Og Wizard tekur kill 3-2 ATHD með annað ránd þar sem hann einhvern veginn ATHD næri hnífakill, næri bombuna. Deathkick eins og að drepur á. Þetta er bara, hann með 4 og 5 ATHD núna og bara easy vappa í næsta raundi. Algjörlega. Og eins og segja, Breki keypti sig, Mozart keypti sig niður í 14 þegar hann þetta bara líklega bara beint á akkán og það geti að vera að ég hef verið að tala skítið á hann og ATHD verði bara vappanum svona alla jafnan og Mozart spili bara riffilinn og líklegast er það alveg. Ég held að það mikið mestan senda einhvern veginn. Jú, það er þannig. Ég myndi, ef ég myndi fá þetta liðið hendunar og myndi segja mig hvernig það stilla upp, ég myndi gera það. Það er alveg rétt. Bara út af þess hversu öflug Mozart er á akkánum með við. Samt líka það myndi hent bara vappanum á hann í random rándi þar sem hann getur tekið bara töfra, doppel og appa og svoleiðis. En hann er mjög góður á rifflunum að mæta einna fyrstu upp og þannig hann er farið hérna 4. Sýna vappar á miðunni. Rex með ding en Mozart einmitt fyrstum akkvæðin tekur einn svört treytar Viktor drepur hann 4 og 3 en Vankir er búinn að lafa ekki inn smókin. Sá hann ekki í Viktor. Nei, Viktor sér hann ekki. Vankir er á góðri tímasetningu samt. Þetta frakk hins vegar. Já. Vissar hættir einhvern veginn að klýra þetta. Vittar sem það núna. Vankir einn eftir á móti 2. Dom með bombuna. Það er samt í þetta. Þótti riskið hann hjá Dom. En sigur þetta ránd 3-1. Og þeir eru búin að hakka vel á peningin á VK. Spurning hvernig hann er. Hann er ekki góður, allir farið í fossi, já, virðist vera. Já, þeir verðilega forsa þegar þeir skilja þá eftir heldur ekkert í frábærum pening. Nei, þeir selja, en byrju þeir á 1900 lúsbónus. Ok, vírus kaupir sér allar niður og allir hinir allar bara kaupa létt til að ná að kaupa í næsta randi. Súsa og Rex. Já, sko 1900, þeir eru samt bara skelfilegt kaup í næsta randi líka með þannig kaupi þannig að þetta ránd þeir þurfa allan að gera skaða þetta. Já, ATHD á vappanum bústaður. Hjálpar nú Viktor að feikra sig upp en skugginn vírus. Þeir ekki lengra heyriði kannski í vappanum Suma. Rex með Súsanna fyrir hotnið. Klírar Wizard hotnið. ATHD ætlar að koma í veg fyrir þeir nái AK-unum. Hann þarf þannig að klíra þetta hotn ofbóðslega intentional til að þess að já, nokkuð Wizard þarna. Við erum lengt í þessu einhvern veginn í feysið. Já. Smókar keifin eiginlega út. Deathkick lætur spotta sig. Saga virðist vera að sigla þessu rándi og þá er næsta ránd risastórt af því að það verður kaup hjá VK en í rauninni mjög lélegt kaup. Sörk einn eftir með degluna og armor.
Já, Vanger mun alltaf þurfa að fara í TMP hérna, MP9. Vírus þarf að fóra skáttinn ef þetta kaup hérna. Ég bara, þetta jú. Úff, já, þeir fara í kaupi hérna, ekki það fallegt. Deathkick droppar vappa. Ok. Hvað Vírus ætlar að gera með hann vappa? Hann fór mitt í síðast. Þetta eru 3 MP9 vappi og kolt. Mér finnst þetta aðeins... Vont að spara fyrir þetta maður. Já. Hvert senda þeir? 5 mann, Maggi fer bara Maggi fer bara Donut og Akkerar. Þeir mæta 2 keifinu þetta. Spé hérna bara. Spé. Staur, blindu sert og þeir eru smókar út í cave. Fallegur cave smoke. Skilja falleg gerur. Nú á Vega bara að seifa. Geggi Bérus, kannast eitthvað við þetta, smóka keifina og taka bara 5-una. 3-3, Saga búin að taka hérna 3 röndir auðvitað tilbaka sem Terr og þarna með alveg sko gjörsamlega frábært rít á play. Deathkick, þeir eru ennþá 2. Já, það verður erfitt fyrir að komast að... Þeir springa sko. Já. Erum Rex með kit, Rex M með kit, en hann virðist nú reyndar alltaf að fara að seifa samt. Það fá eitthvað hérna... Deysa bara byrjuna. Vírus með vappan, 8 er nú komin nálagt honum, en það er að halda honum. Bakki og langt, neini, hann er öruggur að Það er bara svo erfitt að vera með vappan með uspusparinu, en það er nú svo sem mun betra en bara uspusparið. Spurning hvort það vantaði save-kallið hann aðeins fyrr, bara einhver ákveðin rödd að segja bara stráka, drull líka bara í burtu, save MP9 fyrir næsta round. Ég held að það kom ekki af því að þeir eru MP9-dar eiginlega. Ég held að það sé þannig að þeir bara svona, típist að mann einhvern veginn hugsa bara ég nenni ekki að spara hana sko. Já. Er í keifinum og vonast kannski til þess að fá bara, ég held að allir sjá ekki fyrir sig bara að komi púss og þetta náði 2 eða 3 og snúi þessu sko. Já, en maður er samt, þú veist, maður er aldrei að fara að hlaupa frá bombun inn í keifið þessu tilfelli sko. Nei. Þú vissir að þeir voru þarna. Já. Alveg rétt sko, þeir eiga nánast bara þeir eru smókar út í keifum þá eiga og svo færðu alltaf long range fight og ætlar að bakka þarna sem þeir og þeir sjá líka Terra þeir eru búnir á baklinu þannig að það er alveg rétt að þú átt alveg að geta kalla sig þetta en það er bara hérna það er ekki íslenska leiðin. Nei. Það eru hérna upgraded pistols með vappanum og það er kit og deathkick þannig að þetta getur alveg orðið svona hérna ef þetta treytast niður. Þeir eru að fara 3 A-main hérna Vega þannig er vappin væntanlega að fara að kíkja inn í alveg og finna eitthvað eða hvað, nei, vappin er B. Vappin er Akkera B. Já. Og þeir exeka B með bomban að býða í A-lobby. Vega er ekki að rótita með maðinu. Nei, Vega þarf ekki að rótita. Vírus er líka fyrir framan smókan með vappan. Það er ofboðslega djarft en það er ofboðslega gott. Af því að þeir eru að fara algjörlega ná að lesa á þessu. Vírus er mjög erfið í stuðun á vappanum. Hann er það og þannig að málast. En hann nær killin og Deathkick nær hinu. Þeir sjá skugga þá. Drapa bombunni. Wow. Hann greinir eitt sörk nær einum. Þeir eru þó 2 á 3. Vega en þá yfirtölu. Vírus komin í rotate. Og hittir ekki. Þeir ná. Ok, þeir vitum vappan. Hann þurfti þetta kill. Serkin er low. En til sigur þetta round. Takk þetta round og það er mjög vanmetið að Maggi Vírus fer með vappan þarna framan við executið. Já, og sér allar að það er í rauninni ekkert að gerast og þá geta þeir verið og það er svo erfitt að labba út þetta A-main leit út af skugganum að þú ert svo snemma sem þú ert spottaður, sérstaklega þeir með mannum bústinu. Að þetta er svo snemma síðan og Vega bara gera mjög vel. Síðan hittir Magnús Vírus hérna einum klassísku Magga Vírus shotgun vappa skoti þarna. Já, kláraði þetta round og með hérna Deathkick stóran upp á bústinu og þá við full gun versus gun round. Vissant var á réttu staðana. Bara frábært staðurinn og vantaðilega bara aðeins fleiri floss fyrir hann heldur. Já. Maggi er langar að kíkja á baklinni. Og kólaður út. Ofboðslega flott út til hjá Saga. Þeir greinilega hlutilega að vissanum að þeir hendu 2 grenum og svo mollanum. Hann tekur killið. Rex. Það er að treyta það. 0-3. Bomban alltaf rótið eða hvað? Nei, hann kemur alltaf í áttuna B-inu. Deathkick drap Mozart hérna á A-inu sem reyndi play út.
Rótita strax inn aftur að koma út á miðjuna núna Deathcake og ætlar að fara flankað á Vírus stendur hérna fyrir framann. Rex. Finnur upplýsingar í cave. Hérna koma þeir. Wow! Doppelentry á Dómin á B-setið. Deathcake komið hratt í bak. Þeir gerði þetta meira sér eiginlega frábælega. Rex beið þarna eftir að Vírus fær kontakti en Dom gjörsamlega rífur hausinn af Vírus. Og þeir ná baklindu með smoke. Komið bak rampina Deathcake. Nær hann einhverjum Dom kemst inn í cave. Planti alls ekki. Hann kurun leggja sér hvað komist í cave. Eða hvað að gera núna. Deathcake low. Flassar caveinn en missar á honum og Dóm að vinna þetta ránd. Fýlíkt rándi á Dóm hérna Jói. Risa ránd hjá Dóm. Þeir eru í 2v3 og hann drepur alla 3 og þetta double entry á B-inu er stórkostlegt. Já. 11-4 hérna, já, Spurning hvort að Vírus hafi ekki verið tilbúinn hérna að hann ætti kontakt. Það kom flass. Það sást á skjánu hjá Rex að Maggi hendi flassi fyrir hann þegar hann kíkir. Dom kíkir Magga væntanlega með flass uppi og Dom kveikir væntanlega þegar flassi er að koma, hann sé að flassa einhvern inn og skýtur hann. Þannig að ég nokkuð við sem ég hef séð það kom flass í rauninni bara inn í caveinn á Dom sem lendi samt ekki nægilega vel í honum. Þannig ég held það make a sense með playið. Rex á entry út með middið og Wizard sækir 2 kill. Deathcake á kannski play hérna. Deathcake hann getur snúið sér við. Bomban. Deathcake! Náði báðum. Með bombuna og AK en hins vegar 2 og 2. HB ekki neitt á veka. ADHD og Wizard gegn Rex og Deathcake. Wizard tekur Deathcake. Það var bara Rex saman til 2. Hann er að koma hratt inn í baksamt. Bak Alibi. Sér hann. Wizard bomban, þeir vita, hann drap gaur fyrir alls ekki löngu. Þannig að þeir eiga það var fyrir utan bíð. Þeir svo á leininu sko. Já. Þannig að þeir allavega, þeir eru svona mjög já, hann er með timingina Rex. Hann er með timing, 100% með timing. Og sér að báða. Fyrir hann geti verið nóg. Fyrir hann hefði verið nóg nálægt, hann er nóg. Wow! Rex hausar hann! Hann vinnur fætinn Unreal en og sér það í kamerunni Wizard, hann er pirraður og hann veit það. Vá! Tímasetningin á Rex er stórkostleg í bak, sér báða og hittir í fyrsta lagi skotin og hilgar í bak sem er ekkert þannig sem ég sé og klárar þetta með 12 í líf. Nei, hann þurfti bara að hitta hann í tálsunana basically, hann Wizard. Algjörlega, en peningurinn á veka hins vegar, því þetta var einhvers konar forskaup sem enda náttúrulega samt í 1v1-inu, þannig að hann er í duftinu en hann er það líka hjá Saga. Við erum hérna bara með eiginlega hvoru öðru kaupinu lélega ADHD fyrir á autosóluna. Já, þetta er mjög mikið af drandina fyrir liðin hvort liðin er að brjóta peningin á hinu. Autosóla í terri þessu mappi, það er áhugavert. Það tala cave þá eða? Hlýtur að vera ekki spónið en fær eins og að móla en tekur bara 72. Rex gefur Wizard 5 rán. Vill mjög mikið reyna að sækja einhvers konar impact enda einn af rifflunum ADHD Þeir eiga jú til hérna í set ef þið vilja taka hérna á bíð myndu samt Herðu, Ásinn Herru, já Vanger er bara komin í bak Vanger, já, þeir vita þetta einhvern veginn, eða samt, hvaðan hefur Vanger farið vist að Örgulega mitt, hann er bara að horfa á Alibi Algjörlega, vist að A-ið er ekki farið Okkur er Vírus farin Vanger er komin í bakina, nú vita þær á honum Nei, bara einum samt. Nær bara einum og þeir treytaði eins og hliðina á. Fullt af upplýsingum er samt svo skrítið einhvern veginn í Rótiti og veka. Það hlýtur að hafa algjörlega vanda þarna einhvern veginn mitt. Ég skil sérst að fyrst það voru í mitti þá veit þristurinn að það er skiljanlegt. En Maggi að bakka þarna er mjög sérstakt. Hvort það er... Myndi splitta 2 grilla og hann myndi flanka bíð af því að hann var að fara bíð megin. Því að málið var líka þegar að Maggi er að bakka þá sýndist mér á radar bara eins og Vanger stæði inn í terra sko. Bara þannig að hann væri 100% búinn að sjá þá. Já. Ef hann væri ekki búinn að sjá þá kannski sko geti hann haldið að þeir að fara út mittið og leinið eitthvað svoleiðis. En 6-4 VK og risa ránda því að taka líka þessi staðinn stjórn á peningnum sem var erfiður. Glokka á Dóm og Viktor fyrir á deglur á hinum. Ætlar Vírus að kíkja eitthvað inn í Alabíð. Gerir það. Rex fær mannina í hliðina. En sterkari byssanur að vera ofan á í þetta skipti.
Glokkin gerir lítið hjá Dóm. En Mozart nær vírus á vappanum. Þurfti þetta. Náður vappanum, já, vantarlega næður tími í það. Ná vappanum og Vanger með þess að skiptur húnum út fyrir MP9. 8-4. Hvernig viltu sjá svona hálfleikana? Hvernig eru að spilast í prósenunni í þessu mappi? Það svona 7-4, 8-4, nei 8-4, 7-5 held ég myndi segja CT. En eins og ég hef talað hérna í seinustu útsendingu mikið að MR12 ekki jafn, það ekki jafn svona mikið skjút í aðra áttina þegar það stittra í comebackinu og svona, þú veist, 7-4 svo miklu minna þannig sé heldur en þú veist, samt þetta er búin að vera mjög fýtt CT-hálfur hjá Veka koma tilbaka, en þetta svona 7-4 Keiraði bara rampinn. Já, Reyna hann á hvað, hann er Endrian Viktor. Serk svarar, Serk tekin út síðan, Vírus hittir ekki og þeir eiga B-seti þetta 4-2, 3-2 ásakið. Saga sjá Vírus hérna ná smóknum 7-5 Mjög mikið Endrian og Viktor, þetta fær alveg hræðilega ef hann næri ekki svo endri. Algjörlega, og Bjerusinn hjá Saga risastór í þessum hálfleik, vinna 2 alveg mjög clean, vinna þannig og svo er 1 round hjá Dom inn á milli, þannig að alltaf gott að eiga gott Bjerus í bjærminni og Pistoli núna og sjáum við Util á Rex Smoke drop á molla og það er, það verður eina Util sem verður á þeim og það er stendið á það aðeinu það er öðruvísi það er CT Smoke Rex er hendi CT Smoke og Nú kemur að koma út alobíið Vísar Dofnar að tekur annan Dýrkaður á móti hann finnst mér við að reyna eiginlega of djart í þetta seinna kill hann þarf þess í rauninni ekki að það er komið 2 frábær kill og ef hann heldur kirkjunni þá þetta er einhvern veginn aðeins of það var að segja típisku Vísar stíl kannski hann að koma þér út og hann er dynkur hérna Dóm og hann er bara einn eftir núna ADHD gegn 2 og Serk fellir hann eins og þetta byrjaði vel hjá Sögu þá bara féll þetta til Veka algjörlega og það gerir það þarna alveg að því að einu gerir frábælun á fyrst 2 kilónum mjög clean og tekur all damage stöffi er að lenda þannig að þeir vita alveg að þetta er að koma þarna þannig að aðeins svo mikið overextend og þá eru glokkunar það er svo hættulegt að móti glokkunum í þessum síðast 2 þegar þær fá aðeins plássið þarna að einhvern veginn leyfa þeim að snowballa niður þannig að það er spar hérna hjá Saga þannig að þeir ætla að kaupa í næsta rándi svona low rifla kaup 4-4 kaupið, klassíska 2 AK og 3 mökkur á Veka og þetta er greinilega þetta er svona set play myndi ég halda út mitti með mökkuna já, algjörlega þeir eru að klíra hérna Donut mjög snemma í rándinu 4 sjöleikmenn er á B-inu algjörlega opnun sem er rauna öruglega mjög mikið Vanger en mitt þetta er fossa sem Vanger finnur sig í með einhvers konar SMG komin langt fyrstur bomban liggur sem þetta á spóni hjá Veka ekki bara ákveða sig hver alltaf enda það eru Dom nær og þeir dinka Rex og alltaf hlaupa eftir honum Dóm hleypur bara niður rampinn með AK hörðu Rex nær samt einu sem með sér þarna ADHD tekur hann stór molli frá Vírus en þeir fari gegn vel gert þetta er rándið hérna Vírus að sigla rándinu basically fyrir sitt lið og bomban komin inn á æð en hann er með AK og það er alltaf fínt fyrir næsta ránd er með AK þeir vita cirka hvað hann er Vírus er low en hann ætti að ná að seifa var ekki að gerast ef hann myndi ná killi hérna líka þeir náðu að halda pressu á pinum að Veka allan fyrir hálfleikinn gæti mögulega haldið því áfram hér en hann er náttúrulega ekkert að leita því vill bara halda þessum AK hann náttúrulega má heldur ekkert færa sinni eitt rosalega mikið héðan af í þessu mappi hann er engin armor þannig að hann náttúrulega getur dáið bara bombunni í ótrúlegu stöðum hann þarf hann ekki að færa sig lengra með þess sjáum til hann á 89 í líf það er fyrir að Vírus er að leita hérna á 25 p Dóm nær hann út það er eiginlega svolítið mjög stórt drepa 3 þarna og þetta var þetta var spar alveg þannig að taka AK-un með þannig að þetta kaup verður miklu betra Mozart tekur MP9 stöff þannig að það er í rauninni fullt af stöffi á það er 3 full Util set sem er mjög óvanalegt í þessu rándi
í rauninni, það sem maður setur í vilt út á þetta ránd er að þetta er kaup þar sem að þú nánast átt ekki pening fyrir jútilinu en með því að þið mitt spara eina byssu og hérna eina MP9 þá var allir komið fullt af jútili sem þú þarft í Ancient ekki að grenunum í mitt Þetta er að mæta í miðuna Astralis grenurnar frá Veka eru stórar og Vankir opnar og þetta sækja endrið Bomban er í olbánum þeir eru rólegir það eins og þeir alltaf Já, ætla að taka miðuna hérna eftir að smókunum fyrir hennar Veka virðist vera bomban býður eftir Vírus, nei Bomban Þeir heyri í þessu Þeir heyri þetta en hann næri svo að killinu og smókin heldur honum góðum Þetta er risastórt hjá ADHD Já, Vankir hann að blindar á málunum líklega sá ekki ADHD Þetta er mjög stórt hjá ADHD Náðu niður í 4-4 aðeins reset í rándið 1 mínúta eftir Bomban er að fikra sig út mitti, það er rauða smók og það er doppelfire í donutinu Bomban ætlar að fara þangað Hann getur klírað hann skuggan sér sko og þeir ná að treyta hann að Rex treyta fyrir Zerg og Asadi er opið eins og er 3-2 Rex aðeins low en já, og stórt fyrir Dóm að ná þessu niður í jafnt í liðum Rex drap hins vegar Viktor í gegnum smókinu vendalega Já, ég tók í hérna eftir Nei, hann hefur bara dundar hann í gegnum og hann er komin í gegnum smókin líka þvílík spilamennska hérna hjá Rex hann er að fara að vinna þetta ránd Já Hann býst aldrei við honum hérna Nei, vírus Frábært ránd Rex alveg rétt þetta, hérna, killinginu smókinir þetta er 2-on-2 hann tekur það hann er low-spilarinn líka Já, einmitt Stórkostlegt Og fara hans yfir fröggin hérna Já 17-9 á Dóm Algjörlega Dom er búinn að vera bara langbestur Frábær hérna sögum einn og þetta er ekki fluffkill þetta er náttúrulega hann að tekur 3K fyrir því hérna risastóru rándi og svipar á Rex hann er búinn að taka mjög mikið stóru rándum í hérna inn á milli og Zerg það sama Zerg svona típist fyrir Zerg fyrst mér hann tekur yfirleitt svona 1-2 í rándi oft, eða hann tekur svo mikið af þannig þannig að hún sér þetta ekki endilega en hann er alltaf með einhvers konar impact frá sér hérna sækir endrið út mittið Aftur bara diglur á sögu Veka ætla að fara að taka aðeins nokkur hratt hérna mæta Vissard einu bótt Vissard tekur 2 ætla að hætta við núna Zerg fellur á meðan Zerg tók Viktor út og Mozart treytaði þannig 3v2 og þeir vita af vitaðum báðum en Ásinn er í bak ADHD er í bak við degluna Hörðu, Mozart var að fara að taka þetta line up en Þú er hann að planta Deathcake ætla að planta þarna óhefðbundið plantstaður þarna er að hitta hann í gegn alveg vel gæti gruna eða þeir eru ekki að fara að klíra þarna Nei, vá Deathcake á móti Mozart Mozart er gjörsamlega á life support hann þarf headshot hérna, kíkir og Deathcake vinnur þetta ránd risastórt ránd í þessari seríu þessu mappi allavega 11-5 fyrir Veka Veka búinn að taka einmitt akkurat svona pivotal round inn á milli hérna sem er að íta þeim í 11-5 samt ótrúlega hvað þeir eru að tapa mörgum byssum alltaf á móti Spari en Saga er bara ekki ná að vinna síðan rándin þeir eru fara síðan á byssunar Nei, það er alveg rétt Saga búinn að vera hérna stórhættulegir í spörunum og gera þeim erfitt fyrir en byssurándin hafa nú ekki verið neitt svakalega tæp Sjáum hérna splitt aftur 3 B-main, 2 mid-main Astralis greinur væntanlega já, koma 2 sem tóku mikið damage á hann svo hendur í X-Ec á B hérna til að pulla einhvers svona rotate og kill á Viktor Já, Veka er að spila mjög svona, þeir eru mjög mikið að sjóra hvað þeir eiga að gera í terrinu þeir eru greinilega með mikið reps í þessu mappi þeir eru mjög svona öryggir í utilinu sem henda á hvernig er postjúra midround líta frábælega út Það er alltaf langt síðan Veka var að pikka þetta mapp með þess að þannig að þessi leikmenn fíla að spila þetta algjörlega eins og við sögum upp af þetta mappúl einhvern veginn með Vító pullinu spilaði samt algjörlega upp í hendur á þeim Dom tekin í gegn af Zerg Mozart hann að reynur að taka út Deathcake og nær því vantalega já, Mozart tekur Deathcake koma þér upp Vissard fellur og við vita Mozart í erfiðri stuðu flýr inn í cave
Kæra bakkinn í keifin, þeir vita alveg á honum. Er vírus? Ég er ekkert að spá í hann sé svona framalega. Nei, svo sannarlega ekki. Mjög skrítið einhvern veginn. Og ADHD tekur killið og bomban droppast í baklegin. Mozart bakkar til... Hann leggar hann og hann er svo rosalega viss. Hann heyrir í báðum þeim. Og hann hlaða skrítin samskipti hann hjá Vega, verið að segja. Já, það er svo vírus að þeir hafa örugglega kallað þetta og hafa bara engan veginn retist í honum. Hann er í midfætnum og keif fyrir honum einhvern veginn kveikir ekki á hvernig hann næra róteta hann yfir og Saga halda sér inn í þessu. Mikilvægt fyrir þessu. Mjög mikilvægt. Peningurinn hjá Vega er þungur. Hins vegar, og já, er einn algjörð þannig, Saga þess að í rauninni, ef þeir koma sér hérna með því að vinna 1-2 ránd, þá koma þeir sér mjög mikið inn í hérna leik. 11-6 núna, með hérna 2 MP9 og móti í rauninni bara eiginlega Rex kaupir hins vegar alveg niður. Gerir áferð að sé taktísk páska hjá Vega þá, sé ekkert það hérna. Nei. En góð tími samt til að pása. Kaupir sér alveg niður hennar Rex eða hvað, nei, er alltaf að selja hann til skiptis, jú, kaupir sér niður. Þeir eru að, sko, lúsbónusin þeirra er hvað? Hann er ekki skjánum og ég man hann ekki inn hvað hann er á hjá Þeir eru ekki fyrir garð, þeir eru búin að finna fyrir eitthvað mörg ránd. Hann er lítill, sko, hann er hvort hann er 1400, 1900, annarkvort af þessu, sko. Keyra hérna beint á leið, Grenan verður. Og Sein eitthvað. Já, smá damage. Eins og Sein. Viktor siglar, sér glitta fyrir skugga. Vírusins var nær að og vírusins sjá hann. Já, vel gert hjá Viktor hann að ná þessu killi. Vírus er búinn að sjá hann. Já, Dom tekur kill. 5-3. Hérna er mjög vanmetið mikilvægt fyrir sögu að vinna rándin með marga á lífi. Byggju pening, byggju confidence. Algjörlega, og peninginu Vega mjög skrítið með því hvað við höldum að lúsabónus sé lítill. Já, sérstakt einhvern veginn púsla kaupirna en reyndar geti ég alveg trúið að Rex ákveði bara að taka mökku ef þeir eitthvað púsli eitthvað þannig. Það er svona, geti alveg séð að gerast. Margir hérna með glokkuna og bombuna. Sörka með deglu, getur töfrað. Já. Og þetta var ekki einu sinni Dom. Hann er fylgt að því samt. 13 á B. 22-11 risaleikur hjá honum. Já, Rex fer bara beint á mökkuna. Það eru sko hann og Vang. Já, ok, þeir eru hérna, þeir eru svo sem, þetta er örugglega kaup í eitthvað play. Sörk fyrir AK arm, sko það er, já. Það er smá jútil þarna á þeim. Þeir eru ekki búin að taka A-rössi sitt hingað til. Nei, og gera það ekki núna heldur. Eyða einum af 2 smókum í rauðasmók. Það er einn út mittana. Hann er farin út, hún er dauð. Já. ADH tekur hann með vappa, overkill, hann búið að stöffa hann í tætlur. Og þarna fer hinn smókin. Já. Serk ætlar hann að finna eitthvað hann að bústa upp á kassan. Já, þetta mun vera gjörsamlega algjörlega á byssum manna. Deathcake tekur kill, særður mikið niður á móti. Þetta er bara veistla fyrir ADHD, það verður ekki smókur hann í viðbót hjá þeim. Vírus gæti fundið Wizard hérna. Gera það ekki, Wizard vinnur mikið á hann fight. Mjög mikilvægan fight. Og veit líka að það er engin annar í alibi, hann er að pússa bara út. Smókin hérna hjá Saga er alls ekki, hann er samt ekkert umulegur, það er erfitt að fara. Óþægilegur. Hann er óþægilegur, sérstaklega að sjá yfir hann geta lörka eitthvað. ADHD setur og þristur inn hjá og það er Wizard Það er klukka á Vega hérna, Wizard er að fara að koma í bak bara bráðum. Hérna kemur Exekiv, Deathcake ætlar fyrstur upp, low á P. Ekki treytaðu strax. Gerður núna og Wizard er komin í bak, Vanger tekur Dóma með hann. Alla bombuna, 2 á 1. Og ADHD er að hoppa upp á leinið.
Vissar. Og hann staurblindur, gott flassan frá Dom. ADHD segi Frábært flass frá ADHD. Gjörsamlega stauraðan algjörlega. 11-8 og það er spar hjá Veka hérna. Það er bara orðið langt síðan einhvern veginn Veka náði bara kaupi sko. Já, Almennilegu kaupi. Já, það er nefnilega málið. Þetta er hérna... Skritin peningur alltaf hjá þeim. Það er erfitt að þegar hérna rándin verða svona skrappi eins og þú sagði. Þegar að vinna rándin en það fyrstu móti spörunum með svo marga að deyja. Já. Það er svona, þetta gerir þetta svo þungt fyrir. Báðum hálfleikum. Já, allir hérna á tekkum nema Sörkin er á glokkunni og Jútili. Það er einn að feika B. Já. Kemur eitthvað Jútilan yfir, smókur, fjarkan og flass, ekkert meira en það. Og hérna komar út Alibi. Alvöru. Nei, hendan ekki grein, ok. Og þeir eru bara gjörsamlega stútaði með hérna. Ekki flóki fyrir aðspilarna, nú er það bara þá sem feikaði B eða Sörk. Og hann fellur clean round hjá Sögu. Vissar hérna komin upp í 20 kill, búin að eiga flott round hérna á 11-9 og það er Veka í þannig territóri að það er 1 kaup og 1 svona semikaup eða þeir hérna tapa roundinu, þeir eru á full lose bonus. Peningurinn hjá Saga er eiginlega orðin þannig að þeir eru allir konum með buffer að vera með í rauninni full kaup með kaupi. Mozart 1 á 2500. Klassísk opnun, olbúasmók, rauðasmók. Vírus taka lítið damage af greinunum að búið með. Verðast vera með ágætis tímasetningu á að fara út mittið án þess að taka greinu damage og eiga hérna mittið, eiga hérna ofbóðslega mikið magnum og Vissar er þennan og það er rosalega stórt. Kannski ekki hinum. Vist aldrei með svona mörgum, það er eiginlega málið og þetta er í rauninni bara ofbóðslega hrætt á AF. ADHD 1 kill. Takkar hann í kirkjuna. Þessi skal fara að kíkja. Já, en ADHD geigar. Kompakið niður hérna. Veka heldur Donut og Alibi. Matti fellur komin í gjörnum. Dom er komin út. Sterk. Er djúpur í loppinu mollaður af. Deathgate tekur Mozart. Þá er það bara ADHD hérna. Hleypur í Deathgate. Snertir. Já. Hann vinnur þetta round. Hann nær að beita það út af því að þeir eru hrættir deffið. Hann nær vappakillinu á HH-píkaðin og nær svo bara spamma deathkick sem átti ekki þrjú ADHD. Skellir hlær. 11-10. Það var svo, smókurum var samt bara svona, myndir ekki sjá hann að diffuse-dótið á þessu? Jú, þetta er bara panik einhvern veginn hjá þeim og hérna... Deathkick var ekkert að skjóta og bara hérna Sörk vantalega í Alibínu. Algjörlega, þeir einhvern veginn kom sem voru örgulega hektikarna og hérna það var, ég ætla að fara að segja að Saga Retake á Sögu var sko skrítið einhvern veginn hvernig er komið tímasendingi var daldið skrítið hann að Viktor fór ekki úr smókin hann að láta vittar hinum einhvern. Já, en þeir náðu einhvern veginn að láta virka það með þessu klötsi frá ADHD ótrúlegt og það aftur og þeir eru fann að sjá í rauninni að er eiginlega sem spilar mittið hjá Sögu þannig séð þá er þetta ættuðið hann næri þessu killi drepur og Mozart treyta það í spamm. Það var ótrúlegt spreyjandi á Rex. Þetta var alvöru svona treyt einhvern veginn. Gæja efst upp á lane og sem er gjörsamlega flikkar og Mozart og drepur hann í gegn bara í spamminu. Og ADHD nær vengar á miðan. Og skýtur ekki greina smókin. Vita af einum konum í rauðu svo að Vissar sér hann en Vírus tekur killið og Vírus heldur upp í tempói, er komin fram hjá, bomban er að koma eftir honum. Vírus láta lappin í þetta. Sér á 2. Sörk. Þið vita þá að þeim öllum þremur, þetta vita sér opið B-sætt. Sörk er með bombuna hérna fyrir utan rauða. Já, og getur í rauninni ekki hérna fært sig. Og Mozart vinnur hennar fæta í huge. Ná að spotta hann, en hann hins vegar fær frían af bombsite. Þið vita ekki að, hvað, sáður hann verið með bombu? Þeir eru alltaf bara eitthvað chillandi B-vein. Langt í þá. Það er bara allur möguleiki fyrir Sörk hérna að klára þetta round. Hann getur bara komið sér í hvaða stöðu sem hann vill. Þeir ætla ekki að fara saman virðist vera. Annar fer City Spawn, hinn kemur Donut. Hann bara skilur ekki hvað er í gangi. Hvar eru þeir? Fyrir kannski húsum baki á sér bráðum. Vá hvað þeir eru seinir. Þeir kitta þeim báðum. Nú koma þeir.
allt ykkar og Serk vinnur rándið. Vel gert, já, Serk. Hvílíkt klötsja Serk, 1-3 þarna. Og þetta var mjög skrítið. Það tók þá bara meiri helmingur af bombutímunum að koma sér á bombsettið. Þeir hljóta bara einhvern veginn, það mjög óvenjulegt að Serk sé með bombuna rauða. Já. Þannig að ATHD hefur ekki séð það. Já, það hlýtur að vera. Þeir einhvern veginn halda þeim eigi B, þetta sé B, það hlýtur að vera það sko, en hérna... Að bomba sig kannski í kringu spón eða eitthvað. Það hlýtur að vera þannig að því hann þeir eru ennþá bara aftarlega á B-inu þegar hann drepur hann hjá rauð og þeir íta báðir inn í rampinn. Já. Það voru mjög lengi og splitta sér svo upp eftir að hann plantar. Og byrja sælenda líka að stemma eitthvað svona og svo allt inn eins og þau fatti bara, heyrðu, við þurfum að hlaupa stað. Þeir mistu bara einhvern veginn alveg af honum og Sörk næstu eiginlega sko, staðsettur sig skelfilega af því hann býst við miklu fyrr. Þannig hann er alltaf að byrja, hann vill reyna að taka 1 kill og svo ná, þú veist, að taka sko. En svo bara allt í einu bomba fyrir hann að teka svolítið pirra þegar hann loksins fyrir að heyra í þeim. Já, en það kemur samt að óvart að Serk var ekkert að spá í að þessu var að koma í baki á þeim. Þó hann hafi ekki séð neinstar á allan tíman, alltaf að horfa bara CT og kirkju og... Það er að við kalla báða Deathkick þegar hann deyr af Mozart, hann heyrti í hinum bara hlaupa nálægt honum með eitthvað svoleiðis. Hann steppar hann í mollan, vera viljandi. Og það er lappin í línuna, ATHD opnar þetta. Já, eiginlega alveg pottet sem hann reynir að, eða svo veist, hann er allavega þegar hann steppar í hann, þá reynir hann að nota það viljandi, eða hann reynir að beiti í þetta. Því hann stilti sér nákvæmlega upp í það að þeir myndu koma inn í keifin og búast ekki við vappanum. 5-4, 12-10 Vega er náttúrulega á match point hérna. Og það er allt mjög kjurt. Ætla að reyna að finna eitthvað hérna B-megin. Þeir eru ekki með AK og samt í rampinum. Það kemur jú til fyrir hvað þetta cave smókurinn, nei þetta er fjarkasmókur. Og senda Mac 10 upp rampin. Vappir í komin, þeir eru 3 að mæta þeim. Viktor nær að svinga í kill, það er stórt og Mozart tekur einn. Herru, nú náðum 12-11 og peningurinn á Vega er bara eins og ofta aður, öllum rándum sem þið vinna þá betri en ég hélt. Nánast allir. Já, þeir eru konum með okkur trúspón, þannig að þeir eru með aðeins betra. Það geta hérna tekið bara sama kaup og þeir voru að taka, fáir rifflar og hérna einhverja mökkur og eitthvað. Spenning hvað það komi eitthvað kallina frá spóni, frá Serk. Þeir er ekki bara að kaupa sjálfur. Þeir eru ekki búin að taka aðtekið eins og þú segir, eða rössið. Og eru ekki að gera það núna heldur. Nei, Serk tekur rauðasmók, greinurnar, móla kassa bara. Þannig að leit nú fara út af miðuna. Molla, dom, út. Og hann hittar bara með Deiglu. Ég var akkurat að kommenta á að vera ekki með riffili fremst þarna. Þeir eru með með Mac 10 og Deiglu að fara út miðuna þarna. Á Vanger. Heyrið þeim báðum samt hann í donut en ATHD bakkar. Stilla sér upp hérna í smóknum en bomban er að koma leit. Þeir er alltaf að henda B-inu. Lítur út þessu það. Spurning hvort að B-spilarnir fari hérna á undan bombun til að taka plássið og það kemur annar smók. Hann er einnina eins og er. Þeir eru 2 að spá þarna í rauða en leikmann nr. 4 Mozart er að færa sig átt að B-inu. Og einn er ATHD en hann nær vappa. Jú, hann drepur hann og þeir ættu að vera með. Þeir eru alltaf núna nálagt rítinu, konum með 2 B-ið. Hann er að fara að standa og falla hérna með Viktori og Mozart. Sörk í keifinum, hendir grefur Mozart. Mozart er nálagt. Rex treytar það, Viktor drefur. Rex í 1v2 fyrir leikinn, ATHD drefur hann. 12-12. Overtime. Framlenging hérna í þessu fyrsta mappi að sjálfsögðu. Þetta geti að vel orðið löng sería einhvern veginn. Maður hefur þá tilfinninguna strax í fyrsta mappi. Já, það er endur alveg rétt. Það geti algjörlega farið þannig að við förum í einhvers konar algjört bull. 12-12 hérna. Og eins og sé, mappúlið er sko, þú veist, þú hefðir alveg geta sýnt þér hérna púlið sem spilum á möppum og ekki víta og haldið að jafnvel að pikkinu væri öfug. Því að það geti alveg, að því það er mál þegar við förum í núka þó að það sé pikki hjá
Veka, þá eru bæði liðin í rauninni. Já, Saga pikkar nú endan. Já, ég held að þetta sé í rauninni og það er kannski ástæðan fyrir að fáum bara góðan leikindar. Við fáum líka bara 2 bestu möppin hjá liðunum í pikkunum þeirra hérna. En er þetta fyrsta fulla kauprandi hjá Veka í Terr? Þetta er held ég fyrsta það var eitt áðan hjá Saga í Terr, það sem áttum full kaup þessu kaup. Já. En ég held að það er rétt, þegar Veka væri í Terr hefur við aldrei fengið full riffl á móti gangi. Þetta koma Vappin hittir ekki. Mozart er að spamma í keifinum og nær kill. Það er risastórt. Sörkins að drepur Viktor. Bomban ekki komið niður eins og Vanger heyrir honum hlaupandi í keif. Og hleypir honum. Og hann það. Vanger á geðveikri tímasendingu hérna. En Mozart clear. Mozart hann. Vanger tekur 2 í bak. Addi hátt á dóm. 2 og 2. Bombun plantað þannig. Vissard. Boy! Vissard on point þarna þegar tekur út Deathcake og síðan Vanger. Rosalega vel gert hjá Vissard þarna. Mjög crisp. Tekur 2 þarna. Kill. Já, hvað var Mozart sem var að halda bakarinn í keif? Grunaði að Vanger var að mæta. Hann grunaði þess þó að vinur hans verið komin og ágættis nær ekki killinu en nær að spotta hann þá nógu snemma því þetta hefði getur hættulegt ef enginn að spotta þá getur hann léttlega að tekið 2 þannig að þetta treytast betur niður og Saga taka hérna fyrsta rándið á definu. Hún var mikið runnin á sugu, hvað var staðan? Það var 11-5 sko. 11-5 held ég 11-5 og þeir náðu tilbaka alvöru run hérna í City og Addi áfram á vappanum búin að vera virkilega sterkur hérna. Vírus komin á vappan. Klassíst, boost flassar á línunni og stelur línunni. Kemur smóknappinn. Það var treytaður út þarna. Rex nær Addi hátti, vappin fallinn. Hann drepur hann í donut. Þeir eru báðir núna, B-spilarnir segðu farnir að spá í Rex. Þetta er stór bardagi og Rex vinnur hann, sér annan. Þeir ætti að vita að B-sætið sér klýr núna á öllum líkindum. Mozart nær killi á Rex. 3-2, Veka í vil. Vissard kemur hérna á lögbanki. Hann dinkar hann en nær ekki killin og Vírus drepur hann. Vissard í bak, veit af einum dinguðum. Á allan peningin til að fara í þetta nema hann vilja endilega halda akkánum. Hver með keif hérna? Vírus kannski? Já, Vírus með kontatið á keifið og líklegast svo klárar í algjört þetta. Veka er með rosalega gott crossfire þetta. Það verður að segja eins og er. 13. Ekkert vesen og pening hérna. Nei. Eins og við viljum hafa. Já, skrítið að hérna frá því að við fórum í full gunners þá er rándin heila búin að spilast hraðar samt. Það var bara svona meira kaos einhvern veginn samt þegar maður menn einhvern veginn meira utilus þá er þið bara hérna drita niður og tekið mjög early svona fight að þannig séð. Já. Ég held að þetta er bara mismandi samt. Já. Öðruvísi kallari hérna serkeldur en fyrir yngelítar hjá Veka sem hafa mjög oft elskað að fara í þetta hraða aðtek sem eiga sem er virkilega sterkt samt. Já. Vissard, að makka tekur Vissard. Og það eru Rex hérna. Aftur mjög snemma opnaninnar hérna. Henda hérna smá stöffu upp. Hann er undan smóknum, hann er undan smóknum Vírus, nei, hann var þetta ekki undan smóknum en Vissard í gegn og Viktor tekur 2 bara mjög auðvitað og þetta síðasta ránd hérna í framlengingu, eða fyrri hálfleik framlengingu er að fara til sögu. Viktor risastór hann á B-inu, búinn að eiga svona hérna pirrandi leiki, búinn að sjá svolítið, hún deyja svolítið svona pirrandi stundum. Já. En tók þarna mjög stórt 3K á bakvið B-súluna. Einmitt, og við minnum áhorfendur að sjálfsögðu á að til að vinna framlengingu þú þarft að vinna 3 ránd. Já. 4 ránd, ásakið, 3 ránd er rándlega jafntefli. Við erum að leitast eftir 16 hérna. Já, tölum við 16. Við erum bara komnir í CSGO hérna. Það er 16 sem þarf hérna, Saga 2 og Veka þarf að vinna öll 3 rándin í CT-inu. Vissard er á mökku með besta spónið. Þetta er opnun. Þetta er hann að vera að rössa í keif eða kannski bara röss B. Það búið að ganga vel röss B-in hjá þeim. Já. Og jú, þeir rössa bara B. Góð grena, hérna komaður upp, staurbrindi, Serki, stauraður, Rex og Vanger, einn mann og Vanger nær öðrum. Þeir eru búin að loka á þetta.
margir Vegamenn mættir hérna 3 núna. Þeir ætla að jafna hérna 14-14. Mjög vel gert hjá Vega þarna. Þetta hékk svona aðeins á bláþræði því að það kemur entry frá Wizard, en mjög vel tekið tilbaka í seinni bylgjunni. Gott í úttilgrinni að gera mikið damage, stoppa með smókunum. Já. Og Saga búnir að henda í B-rush. Gera það væntanlega ekki eftir. Það væri svona skemmtilegt einhvern veginn, en þetta hendi ég bara beint af. Nei, taka held ég ekki í þessum allavega, hérna hálfleik í. Það er klálega ekki. Ef við förum í fleiri ótís, þá get ég lofa þér því að það kemur á eftir því að hérna, þetta er svona, já. En City hliðin hjá Vega var mjög sterk í fyrra á leik, spurning hvort þeir komist aftur í sama gírinn. 2 bara B-ru núna, 2 að mæta mitt hjá Vega og 4 á B-linn hjá Sögu. Rex með þægilegt kill, það er svo næs að ná svona killum í gegn í byrju rounds. Já, hústar sörkina upp á. Þetta er ofankinn kill. Þá treytar það hins vegar. Næsta kill er risastórt. Vírus með vappan. Smókaður af. Þannig að Dom getur, en Við finnur ekkert cave. ATHT ætlar að reyna að finna eitthvað upp rampinn. Hann gerir það, finnur serkin á bíðinu. Bomban, hann getur plantað. Plantar í skók. Gerir það með 7 í algjöru lurkplay. Er 7 að gefa frá sér læti? Já, hann gerir það. En hann finnur fætin! Hann snýr rándinu gjörsamlega upp á hausinn hérna af því að þetta kill hefði verið svo risastórt Rex einhvern veginn. Þeir eru doppel vappi, á hverju deathkick að vappa! Oh my god! Deathkick á vappanum á hann HP, þannig á 66. Það er Grena á ATHT. Hún er ekki nógu! Og hann hættir að deffa! Það virkaði! Skrítið plant, og hann nær honum eða hvað? Þið vinna rándið Saga! Já! Á síðastu millisekundunni! Það var ótrúlegt! Vá! Oj. Saga, hann nær honum á seinustu sekund. Þetta var, við sýndist nefnilega höttið sína deffið eiginlega komið. Holy shit, 15-14, hann geigi Grenunni í spókin. Úff, það er erfitt en það ýtir honum af deffinu. Já, það virkaði. En að þetta round vinnist hjá Sögu einhvern veginn þegar að Rex heyrir í Dom komast þrandi. Já, roundið er bara farið ef að Rex vinnur hann að fætt. Dom aftur, Dom tók það kill og tók líka. Vírus hausar Mozart. Hérna komar út aðeins. Deathkick opnar þetta, vappinn. Aftur með doppel vappa. Deathkick fór út inn á vappa eftir hann fór að spila Valorant. Hann er alveg klöts með honum sko, ég gef honum það alveg. Já, hann reyndi að kíkja aftur hann að gríti Deathkick. Þetta virkar ekki síðan skallið minn. Þá er annar vappi. Vírus er að sækja þennan bústa. Æjæjæj. Hvar? Þeir bakka, þetta er mjög skrítið einhvern veginn og hittir þessu. En Viktor nær killi í middinu, nær hann þessum. Þetta er risa fight. Og hann vinnur þetta, wow! Maður. Jói, nú er ég orðið aldrei stressaður hérna, ég verð að viðurkenna það. Já, sko, ég er bara farin að sjá fyrir mig samt að við séum að verða hérna, ég held að þetta verði langt. Ég held að þetta verði langt, sko. Við erum búin með 1 overtime, þá er næsta töfratalan 19. Já. Liðin halda sér, þú heldur í rauninni sama sæti, þannig að þú færði í rauninni 6 round í röð í sætinu ef þú ferði í seinna overtimeið, ef við höldum áfram. Rex ætlar að spila MP9 hérna. Já, áhugavert. Það eru, menn hann er þá væntanlega, það er B-hurðar smók frá Sörk og Sörk er að fara með MB. Ég myndi halda að þeir eru að fara að taka. Cave hittur að vera. Nei, hann ætlar að vera, hann er bara inn á B-sætinu. Nei, það er dúk, ég var rugglast, hann er framlega í Cave. Treytaður hins vegar og Sörk er alveg í Cave ef að Dom. Og Dom er bara að vinna alla fæta. Dom er búinn að vera bara gjörsamlega frábær í þessum leik. Komin í 30 kill. Risa kill inn á milli. Gerir svo lítið að Vírus ætlar í gegn. Herru, Vanger með kill og Vírus er hérna einhver staðar. Vírus er á default. Hann hittir ekki! Og killindur þetta.
2 og 2. Núna hittir hann, Mozart einn eftir á móti tveimur. Deathcake ekki á vatnskipti og vinnur þetta round. Jesus Christ, Vírus lappar hann í gennum 2 eða 3 smóka og hitti sérlega ekki skotinu. Þetta var kaos, en Vega taka rándið. Risastórt hérna. Rex ætla bara að spila framlega í Cave með MP9. Það er bara, hann er bara búin að ákveða það. Já. Sörk var að hitta hérna 30 kill. Hann skiptir yfir í koltinn. Já, Sörk komin á 30 og Dom með honum. 30-21 báðir. Sama skórlæn hérna. Flass. Við setjum alltaf koma út. Er að fara að edja smókinn. Vírus næri entry á ATHG. Þetta er vantilega boost kill. Vírus er... Rex múti Vizar. Rex vinnur þetta. Gerir það. En Dom þetta er leikunum sem voru að opna mjög mikið fyrir sitt lið og vinna rándinn. Dom labbar í hennu smók. Nei, hann gerir það ekki. Vanger labbar. Oh my god. Hann kíkir í brauða, nær killinu. Risastórt. Viktor komin á backlinið, kemst, bomban kemst upp, þeir vitarendir á honum í kip. Þetta er mollaður. Það er að dinkan, vinnur fætinn. Oh my god. Hvernig lifir Deathcake þetta af og nær svo svinga ekki þetta? Mjög vel gert hana. Just Deathcake things eins og við talum. 17-15, 2 ránd í röð hérna á Vega. Og rétt Vega eru búin að vera mjög góður í CT. Búin að vinna í rauninni 2 ránd náttúrulega í ótefni líka áðan. Já. Þannig að bæði liðin bara með frábæna CT áleik. Já, bæði liðin eru sterkari á CT-sætinu alla jafnan. Svo staðins þannig að ætli þetta fari ekki þannig að liðið sem vinnur 2 terrond vinni overtæmið. Liðinu sem tekst að gera það. Við erum búin að vera með Mag 10. Deathcake tekur 2, Deathcake tekur 3! Og bóðslega vel gert þetta Deathcake þarna drepur 3 lifir. Vanger drepur hann og ATHG er 1 eftir og við hefum líklegast að vera 3-0 hálfleikirna. Já, 3-0, flawless og bara, það dó nú bara valla Vega-leikmaður nema hann í fyrsta rándunum sem var smá kaos. Óbóðslega þéttur CT-áleikur í Vega hérna, Sörk 31 kill. Þá er að sjá hvað Saga koma með hérna. Hérna myndi ég nú ekkert hata það. Jafnvel sko, ég myndi alveg ekkert hata það að sjá doppelvappa hjá Sögu. Hvort sem er í þessu rándi eða þeir vinna 1-2 ránd hérna í þessu mótæm. Já, við erum ekkert búin að sjá vappan á Mozart eins og er. Nei, og algjörlega möguleiki á því að rífa það upp hérna. Já. Ekki búin að sjá eitthvað mikið einhverjum hæðast líka af Mozart svo sem í þessum leik hingað til. Mozart og Viktor verið svona tiltölulega hægir eða svona ATHG, eða þess Dom og Vizard hafa verið svona stóri byssunar og meðan að Vega megin finnst mér þetta hafa verið Rex og Sörk sem hafa verið hvað atkvæðamestir en aftur á móti held ég að sé ekki skorpótunum, ég held að það sé mjög jafnt svona alla jafnan, það er ekkert rosalega mikið engin er í algjörum dánerileik og svolítið er það sérst að þöttina sem horfa á, ég var svona að leita hvað er killir mínu? Það kemur hérna milli hann koma killin sko. Ég var búin að segja það við þá, þeir þurfa eiginlega að bæta killun, það er einu sem vantar á þetta hött þarna, það er killin, þá er það mjög flott. Þannig ég geta komað að Vega, leinið alltaf taka miðuna. Þeir komast upp á leinið algjörlega á þess að taka damage sem er í rauninni. Já, halda bara áfram með sömu straffbók í raun og veru og þeir hafa verið allan leikinn. Þeir vita bara að þeir geta fengið miðuna nokkuð auðvitað, svona yfirleitt allavega. Algjörlega. Sjá hann að Viktor og 17 á P, hurla fyrir skotin í gegn. ATHG hérna á staðinu sem síðan áður. Þeir eru með 2 vopna. Það er rétt. Viktor með hinn. Viktor var að fá hann droppa en ég misti að ég að... ATHG hérna, búinn að killa áður hérna og hann hittir ekki þetta skipti. Hendi bollanum niður. Deathcake sér við honum. Og drepur hann. Já, er þetta ekki bara Bogdan sló? Var ekki Mozart með vappan og Vírus tekur Dom? Og Vírus tekur, já, hérna eru Vega nú líklegast að sigla þessu Ancient mappi. Þeir eru með... Maður komin langt út á æð. Map control. Með kirkjun hennar Rex. Er Viktor á low HP og þarf eiginlega að vera bara ofnóðslega stór en er flassaður í burtu. Þeir satt næri kill og setur þetta í 2 á 3. Fer út drepur hann! 2 á 1. Viktor low. Þeir vita
hvar hann var. Þeir vita hann var með vappa. Það horfir virkilega enginn á smókinn þegar hann plantar. Getur labbaðin ekki, hann gerir það Hann ekki. gerir það ekki. Hann er að fylgjast með þessu. Og Vega vinna hérna fyrsta mappið eftir tvöfalda framlengingu. Já, Já, þetta var frekar langt fyrsta mapp, þannig að höfum þetta dálítið stuttu fyrir maður að sé þetta. Já. Jói, hvað myndir segja að væri svona það sem sildi þessu fyrir Vega? það var náttúrulega bara terrándið í lokinn. Bæði liðin virtust að sterkari City og þeir tóku þarna seinasta rándi mjög svona, þú veist, einfalt dífalt en tóku killinn og mistu sér ekki alveg í spól og kláruðu þetta bara svona. En samt svona yfir heildina var það City-hálfleikurinn samt sem að vann. Já, taka hana clean 3-0 í City og þá þú veist, þú þarf bara eitt ránd, þá þarf bara eitthvað þetta í megin og þeir ná að klára þetta. Algjörlega. Ná komandi tilbaka, lendur náttúrulega 3-0 Saga byrjuð í neyðunni 2-1 hjá Saga. Já. Komandi tilbaka þannig og svo taka 3-0 og klára hana leik, þannig að taka sér map-pick. Nei, taka map-pick hjá Sögu, Já, taka map-pick hjá Sögu, það er rétt. Ég heyrði ekki alveg hvað hann sagði eira mitt, en ég gerir ráð fyrir sem að fara í pásu eða eitthvað svolítið. Já, við ætlum að í 5 mínútna pásu heyra hans í styrktaraðilum og við sjáum ykkur eftir örskama stund. Hvernig sem framtíðin verður. Red Bull veitir vængi.
Já, verið velkomin aftur á skjánum. Það stórmeistaramót ljósleiðarann sem að tekur á móti ykkur hér og við vorum að horfa á fyrsta mappið í leik Veka og Sögu. Ég Einar Sim, með mér Jói Shine. Jói, hvað, þetta serían sem við erum að fara að horfa á? Já, ég held það. Sérstaklega annað mappið en það núg, það eins og við tölum áðan að bæði lið eru mjög góðir líka, finnst líður rosalega vel, þannig að við erum pottþétt að fara í annan mjög svipaðan leik og þetta áttur að koma niður held ég alveg í bara mjög tætt leik sko. Það er mjög líklegt. Þetta er serían sem við lofum áhorfendum og þetta er serían sem við fáum. Eins og þú segir Núg hjá Veka. Núg pikk hjá Veka. Þannig að Saga fara að byrja í síti. En Veka með sko hrifina, Veka er með mjög fínan terrorleik svona standard, bara henda smókum, henda mjög sérstökum smókvegeinum, þar sem henda sérst í rauninni sleppa aftar í smóknum. Það er svona Veka special sem ég sá bara einhvern veginn þegar þetta er Breiðablik, það er henda hérna. Já, spurningi samt hvort að Serk síðan þá að kalla það, náttúrulega hann kemur inn. Þeir gerðu það allan, sá ég í leik sem að hann var einmitt að kalla þegar ég held að einhvern annar kalla hana og það er hérna, og það er líklegast bara, þetta er svona play sem að það er skemmtilegt að sjá það samt að þeir vita smókin er ekki og þeir að taka fætinn viljandi sko, en einmitt Sörk fer mikið út með smókunum, spila svona Nico úti, tekur mikið pláss og og svona misend hversu mikið backup hann fær. Og er virkilega góður líka í því, oft líka bara mjög hári í fröggum í Núg sérstaklega, hann er virkilega sterkur í að pikka sérstaklega secretið, ef við séum því sem að 100%, hann er mjög góður og þetta er í rauninni þar sem þú þarft í Núg að vera með útispilara sem að er í rauninni, fær litla resursa en tekur óbúslega mikið pláss og heldur óslega mikið athygli því að þetta er náttúrulega staðurinn sem að ef að Steel missa sjónar þurfa svo mikið að skipta vörðina allir og passa sér hvað horfa og svona þannig að algjörlega mjög stórt og en aftur á móti gaman að sjá hvort að Saga hendi einmitt í doppelvappan hérna. Já, en Saga, alltaf þegar voru að spila síðast í deildinni og spila mútið var ekki Dusty sem unnu í Núg eða eitthvað þannig. Jú, það voru mjög mikið að keyra bara niður með default útispólsvegnum. Já. Eða fara rampin, bara keyra fyrir eitthvað hratt. Já, Ertu að sjá eitthvað svipað og þannig, heldur þú breytið til? Það verður fróðlegt að sjá það. Ég veit svo sem allavega eins og Wizard, þeir eru hrifnir af þessum sem ég kalla gamla smókveikin sem er aftast þarna, einmitt henda honum og svona byrja einmitt að fara mikið niður með honum og keyra strax niður og setja pressu þar og neyða CT-hana til þess að sjá vegginn, þá byrjaði strax að rótita. Byrja að kondísjona snemma yfir. Algjörlega, og þá geta það bara að poppa rampin eða gera í rauninni hvað sem er. Það var í rauninni mjög einfalt fyrst þegar Núg kom og þessi veggir byrjaði að vera svona meta, að það var mjög einfalt að í rauninni bara eina sem þú ættir að gera var að læra veggina, hendir þeim og svo gerður þau bara eitthvað eiginlega, af því að þú veist byrjaði á því sérstaklega að fara niður til að forsa á því og svo getur þú farið að spila í kringum, þú farið vinstra með við það og lið núna í próseninu henda mikið sko bara jafnvel tvisvarsinnum vegg, tvisvarsinnum detta niður og mismunandi og þetta er alveg óbúslega, mér finnst það mjög skemmtilegt, þetta mapp bara, mér finnst þetta langskemmtilegt mapp í púlinu og hefur verið það lengi. Íslendingar alltaf góður í þessu. Einmitt, við elskum Núgið. Og líka bara hvort sem það er í efstu deildi eða neðstu deildinu sko, það er bara að spila þetta endalaust sko. Það skiptir ekki máli hvað lobbið þú dettur í þegar þú ert að spila Faceit, það vilja allir spila Núgið. Algjörlega, frábært mapp sko, þannig að það verður gaman að sjá og svo ef Saga getur tekið þetta, þá fyrir við í Inferno Third. Já. Þar held ég að við verðum í alvöru slöggfesti sko, þannig að Já, við rættum þetta aðeins hérna í pásunni. Við vitum báðir að Inferno fer í framlengingu. Já. Það er bara að skrifa í skín og allir sem hafa hort á Pro Counter-Strike í ykkur mörg ár vita að það er overtime mappið. Og líka mappið spilast í rauninni þannig alltaf að það tekur alltaf líka nema liðin bara einhvern veginn þannig sé geta að spila bara óbúst en mappið stoppast alltaf svo mikið. Þú tekur allan tíman í það. Að þú þarft að dreina allt í útilið og svona þannig að það getur verið langt mapp og getur verið vel fram á kvöld og þá er þetta svona mental resilience sko, sem þetta fer að skipta meira máli heldur en endilega einhver strattbók eða þannig. En góða er að við vitum að fólki heima er ekki búið að plana neitt í kvöld og það er engin að horfa á United Atletico leik eða neitt, það er allir bara að horfa á þetta. United eru konur áfram og Tottenham líka en það skiptir engum máli, það er ekkert annað, það er bara Counter-Strike, Veka Saga og Nákvæmlega, hérna er spennan, hérna eru bæði liðin geta unnið og já, mjög skemmtilegu leikur. Algjörlega verður mjög jafnleikur pottitt. Það verður gaman að sjá að fara hérna í Cedar Creek í Núgið. Einmitt. Þú talaðir hérna aðeins Toppl Vappa. Já. Þú getur mögulega að sé það. En heldurðu, hvernig er Vappin á Mozart í Terri sem mappi? Hann er svo sem bara, hann er mun meira aggro en ADHD. Alltaf, þannig að hann myndi ekki að fara í einhver meiri play kannski og fær run-bústi og tekur og pikkar garðin svona aggressíft sko. En við komum að staða hérna og Wizard með 4! Viktor dreipur enda fyrsta en Wizard næð 3 þarna Unreal. Serkanna sem átt að flassa á þinn, einn eftir.
Herru, Ég sé eis þarna. já, við höfum séð eis þarna mitt sko. Við hugsaum þetta báðir á sama tíma Já, þarna. nákvæmlega saman og það kom nákvæmlega saman um fyrsta killi sko. Já. SJR vinnur okkar, Eyþór hefði Eminn, hann kláraði þetta sko. Já, varst þú að spila þann leik? Nei, ég var úti í Bandaríkjunum, Já, en ég spilaði hann ekki, já. en það var á móti Saga. Það var held ég á móti Saga. Var að Saga hann að sækja killirinn Mér minnir það að hafa verið svo Saga, en Saga rostir mitt með sko, held ég Sörk í og eitthvað svoleiði sko. En Saga taka hérna fyrsta rándi og geðveikt ránd hjá Vissard. Hann tekur 4. killið. Já. Hann átti það alveg frábær skotaninginu Já, sko. ég held hann hefði náð þarna. Hann leit hann út. Já. Hann leit hann út. Viktor náði þessum hann að fyrsta þá vantilega. Viktor með átusorkunni. Nei, hann dreipur hann svo ekki. Rex næri killið. Viktor hleypur hann inn. Smágræðki þarna. Já. ADHD. Tekur Vankir. Á hvað var Vankir á skátt eða? Þeir allavega keiftu terrarnir hérna. Rex eini sem ekki með armor. Eða eini sem með 1600 allavega. Þannig að hann keiftu mjög djúpt. Það kannski var bara deiklunum, hann var alltaf deiklunum bara. Já. Örugglega ekki með peningin. Vissard að koma inn í bak. Þannig að rándið nú eiginlega. Svo gott sem farið. Hvað Deathkinn har opnað gólfið samt en bomba fyrir niður en það var geggjað. Alltaf það er vent eða? Já, þeir ættu að gera það. Þeir náðu því. Sammálaði og hrifin að því. Þeir ekki það alveg unnið þetta ránd. Já, vírus býður. Wow. Hann fór bara í þetta. Enok bara skýtur hann í gegn og hefði nú bara skotið það. Herðu, bara í cheatskan með Vissard sko. Hann hætti bara í þetta. Já, og þetta var líka. Hvað hann grunnaði þetta? Hann vissi grunnilega alveg að þetta var möguleik. Ég skýtur hann í gegn. Flott byrjun hjá Saga hérna og mikilvæg byrjun líka. Þeir vilja taka hérna og Vika ætlar að halda pressu hérna á pinnunum á þeim. Þeir kaupa 3 AK komið nú þegar Sörk og Vankir eftir að kaupa algjörinn á bakinu á þessu planti náttúrulega. 2 mökkur, þær eru með jútilið. 3 smókur og Vika geta gert eitthvað með þessu. Það kemur, það er hægt að horfa á mínum að við sjá bara smókana. Cross smoke, einhver hendi jump, jú það er, Bara gamli veggurinn. Jú, þetta er gamli veggurinn. Við erum svolítið klári að greina hann, svolítið snemmt Deathkick. Deathkick hefur fram að við smókina þarna strax, þeir ætla strax. Þeir ætla að handla að píka, Vissard tekur 1. Vírus tekur mús þarna meðan þeir vita af Vissard þarna. Og Vankir nær Vissard út. Hefur hann 4 á 2, 4 á 1. Hann Kingur hann á báða það? Ha? Hann skaut 4 skotum úr teklun og tók 2 nýr í rautt. Jæja. Já. Og Vika klárar rándið. Stórt ránd hjá Veka þarna. Risastórt. Eru þarna að kaupa svona hérna þannig séð shot í með þú veist forsa sig niður með bara 3 AK en taka þetta rosalega safe og Deathkick stór þarna bara fyrir beint. Þeir treystu líklegast svolítið á að kalli myndi vera beint niður með veggjónum. Þeir fara vinstra meginn rosalega kokki að það sé engin eiginlega að horfa á það og fætast þess og það er rétt hjá mig því að Enok Vissard greina strax mókinu og strax klára einhvern veginn að spamma. Já. Þannig að þeir voru greinilega, ég get alveg séð að þetta hafi verið kall frá Sörk þarna sem hann svona hristir á. Ekki búist við AK-num líka, ég heldur kannski að það væri bara eitthvað létt tech round. Já, algjörlega, geta að trúa því. Þú veitir á deiglur, 2 deiglur, 2 koltar á. Þeir eru að fæta hart hérna úti, Saga á móti þessu 3 að berjast, Vankir fellir ADHD. Eitt komið niður líka. Og það er tæknileg pása. Er leikurinn ennþá í gangi samt eða? Leikurinn er ennþá í gangi, þannig að við erum bara huglegt að hugsa þegar við erum komin að það með kontakt. Ég er að heyra í leiknum sko. Já, við erum komin aftur inn. 5 í 3, Viktor tekur killið. Og 3 á 3 og bomban er hins vegar niðri og þeir eru að komast. Kemst hann niður vendið? Já, hann kemst niður vendið og það fór hann ekki niður? Jú, hann fór niður það. Vissard með læti. Það er frá að mæta honum hérna single, Vankir tekur Mozart, býst hann við öðrum hérna. Hann er ekki að koma svo strax. Engin trade-möguleikar en hjá Sögu, þetta er bara 1 á 1 og Vankir er að vinna alla fæta. Vankir vinnur alla fæta bara. Vankir fer þarna í single-hurðina og bara fer að potshota menn. Tekur hann að 4K í rándinu, 3 í lokinn. 2-2. Hendir
Sumunum hérna beint í spar. Algjörlega, og nákvæmlega svarið sem að Veka vildi fá hérna, taka tilbaka strax rándinn og Sörk hérna með framalegt spón með mökkuna. Nú kemur ljós hvort að haldi áfram og við sáum mjög mikið í síðasta mappi að Saga náði alltaf að kötta á mikið af byssum þegar voru að spara á móti Veka. Algjörlega. Voru með bara hreðjatak á efnaðinum hjá Veka náðast bara allt mappið. Henda hérna 3 grenum á móti ramprössinu. Mjög tilbúinir í það. Mozart. Þeir eiga rampinn. Mozart er með sús. Þeir eru búin að rössa niður bara ramp. Komin í glugga þarna. Ein makka hins vegar og hinir eru að labba. Viktor drepur hins vegar Rex og Mozart drepur Sörk og Hann er að klára þetta líka enn og aftur. þeir eru í 5. Þeir eru í 3 á 2, 3 á 1. Deathcake 1 eftir á móti engu kaupi. Hann er með bombuna. Nei. Jú, nefndu. Það er bomban. Bomba liggur hann á rampinum í radio. Já, sæll. Og Saga vinnur rándið. Já, þetta er alltaf munið frá síðasta mappið að núna náðu þeir að klára þessi ránd til að Saga, ekki bara taka byssu. Risastórt endriðni á Viktori sem að hefur verið eitthvað deigluskot sem að líklegast er stórt af því að þá fær Mozart hafði með mökk, eða Mozart drepur svo Sörk með súsinum. Það var ekki við vendinu. Jú, og Sörk sko hljópinn í doppel, hann hefur bara verið að hlaupa með læti, þannig að Mozart getur bara stilt sér upp í súskilið og það setur náttúrulega öll komsin eins og rampnum örglega í sko, og þá getur hann kíkt með uspuna, frábært ránd hjá Sögur inni, bara ofboðslega stórt hérna og taka hérna 3-2. Hann hefur greinilega hleypt honum bara framhjá sér hann í ramp. Já. Leikmannur á kassa, hleypti fyrsta bara alveg lengst framhjá og fekk svo, já ég ætla að segja easy kill en þetta var frekar erfitt hana hjá honum á uspunni. Eins og stundum þegar maður að skjóta einhvern sem er ekki að horfa á sig. Algjörlega, fáum hérna kaup á móti kaupi, svona nokkurn veginn. Jú, Sörk getur keypt, þannig að við erum með þó nokkuð fullkaup á móti fullkaupi. Ágæti þessi jútil á, það er vappi. Vírus sem er vappa meira segja. Vírus sem er vappa, það er engin vappi á CT-unum, en CT-unum sem er 3 AK-a. Tekna hérna Deathcake, smá throwback. Tekna hérna kongurinn hérna í gamla dag, hérna í kringum 2015-16. Vá, risagrenur Vanger í 28 og vírusinn á 67. Sjáum hérna, Dóma akkera rampinn, ofboðslega traustur í því. Nallett smók frá VK. Sér hann ADHD hérna. ADHD er ekkert að spá þessi með rauða en já, Vissar tekur hann út og Vanger. Spila bara 2 riffla sem er að fæta báðir á sitt hvorum tíma sömu angulinn þannig séð. Sækja kill þannig. Deathcake hleypur út nær í byssuna. Serkarinn að finna eitthvað á rampinum á meðan. Ætlar hann að koma mitta. Þeir eru 2 á ramp samt að bíða eftir honum. Þeir eru 2 í þannig. Já, Dóm tekur killið, Sörk dauður. Þá eru þeir 2 úti, Vírus með vappan og Vissart gerir óbúslega vel. Vírus treytar það hins vegar, 2 á 4. Rex í stálinu með gata á hurðinni. Begið sundar að Viktor er akkurat að horfa á þetta og lætur vita sér og vinnur fætinn. Það var Vírus 1 eftir á móti 4 og er tekinn út. 4-2, peningurinn fann að bólina upp hjá hann tók ekki vappan. Viljandi. Það er áhugavert. Hann hoppaði bara fram hjá vappanum. ADHD... Nei, það var sko Viktor sem gerði það, en hann bara alveg mjög gaggjart. Já, ég held að venjulega myndi fólk bara vita að ADHD vildi alltaf spila vappa. Já, það er spurning hvort það hefur komið kall frá ADHD um að gera það ekki. Sjá hvað hann gerir, hann fer. Vissart er jú, þetta gæti nú bara verið einhvers konar Rex rössar hérna inn. Já. Áhugavert. Ekkert eðlilega inn líka. Vanger leitar með deiglunni. ADHD komið niður. Já. Er ekki ADHD alveg pott að spila rótilstöðun ennþá í þessu liði? Jú. Það hlýtur að vera. Þeir allan að hann og Vissart eru búin að vera úti. Já, Dóm rampana, jú, hann er klálega þannig að Mozart er á gólfi. ADHD er að fara að kíkja upp Sigrid.
Vissar tekur vírus. Bara bónusatrið hérna fyrir sögu að klára þetta round. Komast í 5-2. Algjörlega. Saga hérna. Clean round líka. Mjög clean, 5-2. 10k hérna á Viktor. Já. Þeir eru búin að vera mjög öruggir hérna síðan að Vega önnur round taka 3 í röð hérna eftir að það tók einmitt full spar. Já. Síðan þá búin að taka 2 mjög clean round þannig að það er risastórt hjá Vega hérna í rauninni að tapa þessu roundi hérna býr til algjörlega 3 roundinni viðbót og ofbóðslega mikinn pening sem er erfitt að brjóta í núkinu. Sjáum við loksins gun round, sjáum við aftur smoke veg, við gerum það. Við sjáum aftur klassískan smoke veg. Þeir eru margir að fara með honum núna. Þeir eru búinir að taka lobbyið. Þeir eru búin að lesa þetta. Og búin að smóka út hérna. Eiga allt map-kontroll í heiminum. Vissar tekur Serk. Kernur smók. Þannig að sýndist mér frá vibbanum. Sörk hérna orðin low, nei dauður segið og Death Cake er low hins vegar á einum í hápni. ADHD drefur Rex sem vírus breytar það. Þeir eru 2 rannar niður að bíða þeim. Vangi tekur Vissart uppi á meðan. Attar upp vendið, já, virðist vera. Dóm er að bíða þeim. Dóm hittir hann á lokum. Og Dóm klárar þetta round 60 fyrir sögu. Byrja virkilega vel. Vel að just það aftur. Aftur tæknilegir öruleikar. Já. En þetta er vonandi bara stutt. Þetta var mjög snöggt á hann. Þannig að þetta fljótt aftur inn. 6-2. Já. 6-2 fyrir sögu og peningurinn heldur áfram bólun út að dó nú ekki nema 1 eða 2 þarna. Þannig að svolítið, þú veist, þarna var bara saga með Mac-control bara frá byrjun. Þeir tóku lobbycurrency á móti og það var engin í lobby hjá Vega sem er mistök af því leitin að þá í rauninni, þú segði að Mozart er sko bara beint niður vendið og smókar beint að þeir vita nákvæmlega að þeir eru bak við vegginn þarna. Rex. Og hann var upp á sælónu maðurinn sem var venjulega í lobby. Rex kaupir síðan niður í 0 í rauninni með Galil armorinn. Spurning, hann ætla væntanlega þá að fara einhverja mökku í næsta róti en skrítið að Vega, þú veist að Vega er í rauninni að eitthvað jútilega kom inn hérna eða eitthvað ekki komnir út hanga bara hann í lobbyinu, það er eitthvað kall að vera að koma hann er að stilla sér upp í smoke úti þetta var fyrir búið gula einn smókur í smókurinnum það er svo bara hlaup út ískur kannski kemur flass frá Sörk kemur flass þannig kemur það Stál, Viktor upp á gula, nær einum gula. Þetta er bara Viktor að pakka þeim saman, Mozart með 1, Serk tekur 1 áður en ADHD klárar rondi 7-2. Hérna verða Vega að taka pásu og hérna peningurinn, Rex getur svona tekið gal hérna en þú veist við þurfum að fara að fá bara full gun round sem að við hérna spilum aðeins hægar líka. Þú veist bara alveg því að bæði rándinn þó að smókakar hafa verið hröður mun faraði vinstra með mér að vinna það rándinn, hitt rándinn faraði beint niður heldur þurfum að henda hérna vegg jafnvel dílegunum aðeins ég er ofboðslega hrifinn af því að hendunum ekki frá spóni að þú getur hendunum þarna út í rauninni bara aftarlega þannig að þú getur aðeins einmitt séð þú veist, ef að CT henda þessu stöffi og þú ert búin að henda veggnum niður veggurinn er að lenda að þá í rauninni veistu alltaf að þú ert að sóa einhverjum 5, 6, 7 sekúndum af veggnum. Þeir virðast eins og verið hérna að sækja, þeir hendu í svokallaðan navivegg hérna, þrefaldan, sem er svona ská yfir garðinn. Vanger, maðurinn með háa hérna úti, hann er einn eins og er. Og hann fellur ekki um smókið, Vissart aftur með kill ekki um smók. Já, hann er samt hann í íþrótta, kannski hefur hann séðan. Algjörlega og Vissart sér eiginlega að garðurinn er bara klír. Kemur hérna 1 flass og þeir eru 2 á rampnum með það ekki. Nei, hann er bara 1. Hann er 1. Aðeins, hann getur rót þetta til hans. ADHD, spurning hvað hann gerir. Hérna kemur flassi út. Dóm er endriðaður. ADHD kemur á hlaupum hérna allir að ná þeim að fara niður. Hann er hausaður að Serk og þeir hlaupa niður. Doppel endrið á Sörk, risastórt. Róðið komið niður í vend. Það er Mozart. Allar í doppel í staðan fyrir single. Voru ekki viss hvort eitthvað komist niður secret. En hann er fallinn, það er enginn þar. Vissart sækir kill og þeir eru 2 í 10, þetta er algjörlega geranlegt hjá sögu hérna. Mozart er líka komin hérna og Mozart Death Cake
Deathcake með 2. Heyri hinum Mozart 1 á móti 1 minna Deathcake. Hliðurinn í opinn. Og Mozart vinnur rándið, Deathcake fellur og þetta er fyrir 8-2 fyrir Sögu. Það leit út hann á tímabili fyrir Vega en þeir bara slökktu á þeim Sögumenn. Retakið hana frá 10, 2-10 og Mozart í glugga. Og þarna er líklegast retakið svona, þeir eru svo, Saga eru búin að taka svo mikið af rándum og svo eru svo svona hérna confident líklegast þarna, það er líklegast það sem svingar þessu þarna. Þetta er 4v3 retake sem er erfitt en samt ná killunum á réttum tíma og Mozart kemst þetta mjög framalega í gluggan í rauninni án þess að vera spottar, þannig að þeir vita af þeim öllum eiginlega á sætnum. Svona þannig séð, þannig að þeir ná að klára þeirna og geti verið inn í singur kannski í gaur, kannski í darkinu eða inn á sæti eitthvað staðar. Algjörlega 8-2. Vankir feita beint og ADHD drepur hann og Viktor. Já. Það er búið að steypa fyrir hjá Sögu og Sörk lappar hérna. Deathcake. Sörk lappar þá núna. Með opnun hérna, ADHD. Sörk er búin að lappa í gegnum alvöru timing glugga en það er ekkit endilega að gefa neitt. Hann veit ekki endilega að því að þetta hafi verið svona gott timing. Nei. ADHD er búin að gefa þetta núna þannig að þeir geti grunnað núna. Smóku fyrir ískrið Deathcake, starir á gula, Rex og Serk hérna býð eftir einhverju úti. Það er jú til á Deathcake hérna, en þetta lítur nú út eins og þetta sé bara inn í crunch hérna, Viktor nær eins og killinu. Er einhver að horfa á út gula? Nei, hann kemst út en Mozart er eins og bak sílóið. Óvitaður, drepur hann og Sörk er þá einn í íþrótta. Nær killinu, 1 og 2. Búin að lötta vonið 3 fyrir en nærði ekki núna. 9-2 fyrir Sögu, þeir haldur þess bara áfram. Algjörlega Saga bara gjörsamlega með hérna algjörlega tangarhald á þessu eftir að þeir unnu það eftir að þeir unnu full eco gjörsamlega búin að loka snúa þessu algjörlega upp á haus og bara mjög lítið þannig sé hjá Vega að frétta lítið af opnunum. Rex á 2 killum, Sörk með 5, búið að vera rólegt hjá þeim eiginlega öllum. 3 AK-ar og scout kaup hérna í seinasta rándinu. Bara fremri smókurinn hjá Vega. Já, Rex fer bara í kill. Ná því og ná þá í rauninni og Rex nær öðrum. Mozart tekur 2 meðan Vankinn er ekki að svara á skátinum. Mjög vel gert hjá Mozartinn að taka tilbaka og lifa af því að ef að Saga nær að sigla þessu þá er þetta 5v3 einhvern veginn. Vankinn nær að flikka á Domina en hann er svo særa hann aðeins. Mozart í vendinu og spurningin er, bomban er á vírus. Bomban er á vírus samt í ógeðslega óþægilegri stöðu. Þetta er hann að molla í síkriti sem eru fallegu. Vankinn mollar og lætur vita sér algjörlega. Mozart drepur hann. Mozart á eisinu. Vá! 10-2. Risa round hjá Mozart. 4 kill. Já, 4 kill úr 5v3 og Vega einhvern veginn aftur. Þeir komast bara aldrei í rythma í terrorleiknum. Það er þetta seinasta round einhvern veginn svona undirstrykar það. Já. Að þeir ná bara ekki að klára það af því að þú veist, já, þú veist, þetta er mjög svona, mjög... Já, þetta var svona típist round þegar þú ert einmitt búin að tapa ógeðslega mörgum roundum í röð. Algjörlega. Og svo kemur svona round sem átti að vera að vinna en einhvern veginn ertu bara tekinn þegar þú ert ekki viðbúinn og Mozart lætur þetta lítið út fyrir að vera mjög einfalt. 4K. Sjáum hérna, það er smoke á ADHD og 2 flush. 1 fer út og þeir skipta lobbyið. Wizard, já, Wizard með P250 með lighti. Sörk hins vegar bara drepur hann. Nú ætlaði rampinn á Deathcake, hann er Kitty og smókurinn. Ætlar að fæta þetta Deathcake. Vírus er komin hann með og nú bakkar hann. Smókar sig út, þeir ætla sann væntanlega í hann. Þessi smókur ekki að stoppa neitt. Hann fer inn í smóki, Deathcake. Heyrið ég mörgum. Snúa sig við á hann.
4 á 5 retake. Kittið á Death Cake. Þeir eiga doppur allavega Saga. Fylgjast með því hvar hann mun vera. Þeir eru allir 3 í doppur. Þeir alltaf fæta hann í Secret. Fara samt ekki í hann. Jú, hann AT-AT ætlar að finna hann. Vel gert hjá Vírus. Já, þetta er frábærlega vel spilað á Vírus. Stórkostlega vel gert hjá Vírus. Risa sjátt á Vírus að hann haldi sér á lífi þarna er mjög stórt. Það er nefnilega oft svo ofboðslega vanmetið hvað það að lifa. Fólk miskilur nefnilega sko, killið er 1-0 en lifa er líka ekki 0-1, það er 0-0 allavega sko. Það er heldur einhvern veginn, þeir þurfa að leita á honum, þeir þurfa að finna hann. Einmitt, og ef finna hann ekki þá reynar Overexander annar staðar og þá er hinni tilbúnir. Já, þetta opnaði náttúrulega bara allt plássi fyrir sítíðan og sáum hann að meðan þetta var að gerast þá í rauninni bara kom ríteki og þeir taka killin mjög auðvitað líklegast þeir bara skjóta mennið mitt í hliðina. Já, var ekki AT-AT skotinu á hliðina? Guður sem reyndi að elta Magga og þessi skoti frá vendinu eða eitthvað. Akkurat, mjög vel gert. Vega Venna Pistol þurftu þess algjörlega og það er ekkert sem segir að þeir... Revolver. Já, það er Revolver á Viktor. Það er alvöru. Hann var með deglu í fyrramappinu, er ég nokkuð vissum. Bara að sóa slotti í loadoutinu í þetta er bara hérna. En hún er reyndar sko, hún tekur náttúrulega sko 85 damage í body shot sko, eða eitthvað svona algjör þvæla sko. En kemur nú ekkert úr henni. Dom, næri kill. Er þetta fyrsta successful anti-eco hjá Vega í þessari serju? Lítur út fyrir það. Mögulega. Lítur út fyrir það og eins og ég sagði á hann og ég get sko alveg sér gerast. Hérna er þetta. Saga þarf held ég að klára þennan leik svona 13-5-6. Já, komur smá momentum inn í síðasta mappin. Þeir þurfa að klára 13-5 eða 6, halda því svona þannig lógu. Annars held ég að við förum í bara þetta verður bara mjög tætt. Ég held þeir megi ekki hleypa Vega yfir svona 6-7 rándin. Fyrir svo sem aðeins eftir hvernig það spilast, en það er, þú veist, sérstaklega hérna vilja þeir algjörlega reyna að vinna þetta fyrsta ránd eða allavegna. Einmitt, það eru 2 MP9 og autosjokkuna og Vega ennþá 5 AK að segja á sögumönnum. Já, allavegna, þú veist, ná plantinu niður, taka bissurnar af CT-unum, þú veist, ekki bara, eitthvað svona, þannig bara alveg dræ. Serk hérna, tekið niður 34 í vippa. Vizard plaffar hann í smókin. Vanker er komin niður. Hvað ætli hugmyndin, hún átti örugglega að vera eitthvað svona pop. Komstu vissast fram hjá Vanker eða? Klýr hann hægri. Já, hann komst fram hjá honum. Drepur hann. Timingið. Spurningin er hvort þið færi niður vendið eða upp og inn. Ég myndi fara niður vendið, en... Sér vissandi vendur við, þá grunar kannski að sé að fara upp. Söknar öðrum og það er ennþá gaur upp á gula. Það er svo... En... Við sjáum hann ekki og hann er killinu. Viktor 1 eftir á 3. Það er einum. Veit nákvæmlega Rex. Fær fætir. Death Cake drepur hann. 10-5. Vá, Serk hann er risastóri í þessu randi. Já. Sem var svo mikilvægt fyrir bæði lið. Algjörlega tekur hann 3 kill í stóru rándi. Þurfa hinir ekki að vera kontaktið, ekki vísa að hann við vendið það? Jú, gefið skill einhvern veginn. Mér finnst það algjörlega, mér finnst þeir eiga pivot úr því að þeir eiga smóki og þeir ætluðu þessi stráttalega nokkur flöss og þannig í stálinu. Já. Ef þeir ná bara, þú veist, smók út hérna vippan og svo bara, þú veist, er eitt sem horfir upp á gula meðan hinir fara út eða eitthvað svoleiðis, þá komast þeir niður vendið og Vizard er með vendið klift af og það er náttúrulega svo... Það er hérna alltaf rösa gólfið, koma þær inn, Rex að mæta þeim, hann er treytaður út, Vanker er líka treytaður út. Treytast í hérna og þeir eru að svinga út kattið. Viktor Neldonas. Þetta er ennþá ránd, nei, Vega klárar þetta. Já, stótt fyrir Vega. 6-4, þeir eru ennþá inn í þessu. Algjörlega þessi, núna hérna, Saga þurfa ránd á bortið hérna strax af því að þá er þetta, þú veist, ef þetta komið í 10-7 og Vega í síti með peninginn, þá er þetta ekkert einu sinni þannig sé lít fyrir Saga. Og eins og ég sagði rándinu áðan, fyrsta gunnándi var rosalega, þú veist, þeir gefa fyrsta endrið alveg dræ, það má ekki gerast. Þeir þurfa að setja Vega líka þessu undir pressu. Því auðveldast sem rándin eru fyrir Vega þá í rauninni að þeir munu þurfa að hafa fyrir einhver rándum, ef þú þarft að hafa fyrir sem fæstum rándunum, þá er kompakinn alltaf sem auðveldast. Mullet Smoke. Kominn Vappi í play hérna, AT-HT. Mullet Smoke og þeir eru 2 að feysa. Það kemur líklegast... Búist ekki við Vappan, þeir eru að feysa þetta alveg vel hérna, Vega. Hérna.
Deathkick. Leonis! Þetta voru unreal en þeir eru búin að stilla vappanum upp í píkið þeir eru bara búin að læna honum upp á það sem Deathkick er að halda. Og hann líka veit hvar Deathkick er, af því Deathkick er búinn að drepa gaurana undan. Já, Deathkick tekur 2 AK burst þarna og gjörsamlega og Dom Dom allar í gegn, en Vírus blindast ekki. Vírus er alltaf einhverju haglabessu stöðum innan vappa. Hvað er í gangi hérna? Þetta lítur ofboðslega 7-10 sögumenn er orðnir stressaðir hérna. Þetta er svo soft líka, þú veist, þetta er 7-10 og þessi 5 rándur eru bara, þú veist, þeir eru valla búin að hafa fyrir þeim Veka algjörlega komnir inn leikaftur og væntanlega eru Saga að kalla þessa pásu hérna, ég trúilega bara ekki öðru. Verður að gera það. Enoch Vissart kominn með deigluna armorinn, einn fljótasti maðurinn. Er þetta ekki verið autobæði hjá honum? Ég held að þetta sé bænda og tap. Bænda og tap? Bara hann skoða scoreboard, þá kaupir hann deglu og armor í freestyle. Ég held að það væri bara auto þegar hann spónar. Líka gæti mitt verið skripta fyrir því, sko. Ég held ég hafi aldrei séð hann. Og líka, sko, hann kaupir bara hérna deglu, Colt, AK og ég held einstaklega svona MP9 play. En bara ekkert, ekki neitt annað, sko. Sælinsaði Coltin AK en deglan, það er bara... Nei, ég man ekki eftir að sé hann á, þú veist, autosokk. Nei, bara, þú veist, þetta er bara allt, þú veist, engar... Það er bara einmitt, ég held einstak, en sko MP9 er einmitt eitthvað svona, hann er kannski play í hverju mapp en hann, deglan er alltaf mætt hjá honum. Saga hérna, komin alltaf fullt af lúsbónus og kaupa sig aðeins niður en verða hérna algjörlega fullkaup í næsta rándi. Þetta er bara hraður útiveggur, þetta er niður með smókunum. Já. Hversu hratt er útið því að Veka? Ekkert rosalega hratt. Hann sér hann. Já, þeir fara niður. Eyrir í þeim mörgum og það er Serk sem hann að mæta. Nær einum, nær tveimur! Úff, það er svo risastórt að þessi 2 seinni kill fara í hausinn. Vissar drepur einn í middeltíðinni, en ógeðslega vel gert hjá Sörk. Oh my god! Rex fellur, en þetta ætti að vera samt ránd fyrir Veka. Vangur fellur, Viktor hleypur með bombu, mollavendið. Með bombu, fær plantið, Vírus með vappa, Sörk á AK-num. Þetta er alltaf núru ránd. Þetta er það nefnilega. Hvað gera þeir? Hér að Veka skynsamlega stíðar verður náttúrulega að spila saman. Einu sem þú þurfa er að treyta. Serk er low, þannig að ideally myndi hann fórna sér hérna fyrir Vírus. Þeir ætla að skipta. Hann held ég bara að fara að flassa. Hann leið bara undan. Já. Þeir voru að droppa byssum á milli sín. Hann held að vera að flassa á leiðinni. Rísa ránd hjá Sörk hérna. Já, flott samt þarna kunni Veka spila þetta. Það var hárrétt. Algjörlega. Droppa vappanum á þann sem er low og hann fórna sér. Hoppa bara niður og Vírus á að treyta. Algjörlega. 10-8. Þannig var hins vegar, Saga allavega þetta var svona næst í sem gerir einhver svona ránd úr þessu, setja það undir pressu og eins og ég var sko eiginlega að fara að kalla það þegar Serk færa þetta fyrsta kontakti, hann er nefnilega, hann drepur fyrsta og svo lengi í næstu 2. Já, ég held að treyti var að koma strax. Já, ef að treyti kemur líka strax, þá eru þeir með ofbóðslega gott map-kontról og góða poss í rauninni og hérna Sörk bara ofbóðslega fallegt transfer hjá honum hana. Sami veggur og aftur 4 niður. Áginum, hann Rex. Hann sér það á hann að Serk. Þú sé aftur að svipa á síðast. Seint rotate, mjög seint rotate hann hjá Vanker. Dom nær honum. Vírusinn eins og er komin niður með vappan. Er upp á reilinu. Þá stoppar rándið 4 á 4. Jóþæli staðan hjá Vírus. Mikil skák í gangi núna. 4-4. ADHD var með 41 HP. Dom með bombuna í vend. Vissard. Það Vírus á vappanum. Hvar er Mozart? Já, Mozart er nú gólfi. Mozart er að labba gólfið. Já, hann múið klíra gólfið. ADHD tekur Vírus í gennum smó. Sörkinsan er í stálinu þegar kom vendið, en Vrex, Mozart drepur hann. Dom nær honum. Komið vendið hann að Deathkick. Deathkick var ofbóðslega hröðu flanki. Ekki tryggjadisciplín hérna, ekki alltaf bara að taka þetta. Grena. Þeir eftir. Dom er sá lái. Þessi Grena hefði drepið Dom. Hún tekur 45 skada. Dom tekur flass. Klíkar þetta ekki.
Og loksins vinna Saga. Loksins vinna Saga round. Fyrsta round í ter. 11-8. Peningurinn á VK er ekkert æðislega. Nei, verður maður hefði haldið, sko. Þetta rándarna áðan nefnilega aðeins svona virðist þá sett. Þeir eru búin að taka alltaf ránda undan með tekkunum eins og Viktor setti þetta niður 2 eftir og allir rándið undan því hafi ekki líka verið mitt til að treyta það eins niður, þannig að þetta er í rauninni seinasta kaupið hjá VK hérna. Þannig að Saga alltaf að vinna á bakinu á stórkostlegum City og Mozart með Bakker vinnur þetta einhvern veginn. Heita það. Það er komin inn á gól. Vírus er líka mættur. Droppar inn á gólið. Þeir eru 2 inn á Silo. Og Mollin ná Saga að cancela hérna. Þeir náðu niður vendið og þeir eru allir 3 inn á gólfinu. Viktor næra að klippa. Nei, Deathkick drepur hann. Viktor Lansson ekki að flýta sér. allt mikið að flýta sér. Alveg sammála því. Hann hefur meiri tíma þarna. 3-3 retake. Og það er kitt á 2 CT-um. Erfitt í retake. Góða stuður inn á sögu. Koma allir 3-10. Já, Dom er í ofbúðslega. En hann nær engum. 85 killið. Wizard er nær honum. Vitaðan báðum. 2-1. Deathkick þarf að vera stóri hérna. Hefur valla tíman í þetta samt. Fellur á alla en nær ekki að diffjúsa. Tíminn er runnin út og Saga kemst hérna í map point. 12-8 fyrir sögu. Taka 12. rándið. Og peningurinn á VK er ekki góður. Nei, peningurinn á VK ennefnilega hérna bara eiginlega búinn og Saga setur sig upp í að klára þetta map hérna. Allavega í ofboðslega góðan séns, búinn að taka bara 2 ránd í röð og það er nóg náttúrulega þegar þú ert á bakinu á 10 rándum í CT. Mozart á mökkunni og autoshotgun á ADHD. Þetta er inniröss. If I've ever seen it. Nei, ok, það er enginn sem er að Rampröss. Rampröss. Já, það er autoshotgun á rampnum eins og það. Sem að nær honum ekki. En Serk er niðri. Serk er niðri en autoshotgun þarna. Oh my god! Díkar hann. Og Rex les þetta. Dóm sem fellir vírus á meðan. 2-2. Wizard er low. Annar Molli. Góður Molli. Gefur þeim möguleikan á plantinu. Greina hurðina. En það er ekkert endilega. Það er líka Smoke Dom. Rex. Mollast. Út. Drepur hann. 12-9. 12-9. Veganar einhvern veginn að vinna þetta round. Vega lifir. Serk hérna náði að gera ótrúlega mikið úr erfiðri stöðu. Það var bara ekki klíraður þessu fyrsta sem hljópana fram hjá. Já, ótrúlega vel gert og það er ótrúlegt svona lúmsk heppni hjá Sörk samt frábælega gert að hann næra að láta low-gæjan fara, drepur fyrirgæjan og þarf bara að hitta low-gæjan í bara rassinn, rétt. Það var smá panik í þessu spreyi, það heitti fyrir ekki mörgum kúlum í þetta, en nær síðan að dinka síðan þriðja manni. Algjörlega nær hérna, hann er að ná svona systemið, lítur út fyrir að vera að missa þetta, en nær ofbóðslega miklu damage og algjörlega þarna vinnur rándið og búinn að vera gjörsamlega frábær aftur, komin á 21 kill. Fraghæstur á servernum, Wizard 2017. Bankinn hérna er nánast allur hjá sögu. Mozart er einn inn. Mozart er búinn að vera að rössa mjög mikið hérna í seinustu rándum. Bakker, særður, Wizardna Rex á gólfi. Hann sér hann er ekki komin inn í ventið þá. Skýtur hann fer hinum einn. Hann sér þetta. Drepur Sörkan. Wizard gjössalega týnist hann í smóknum. Flásinn Ramp, Deathkick er ekki að fara að mæta þeim. Þeir ætla ekki að fara. Reporta samt kemur maður í aðstoð til hans. En hver er þetta sem er á lörkinu hann úti? 12-9, Vankirinn alltaf með. Þetta er ofboðslega mikil powerpossa. Það er ekki hægt að klíra hann. Hann er komin í vibban hann að Serk, hvernig tímasendingin? Viktor er í vibba. Hann ákveður að fer ekki ánga. Viktor fellir úti, þá eru bara síðustu 2 í ískinu. Og Serk tekur Dóm. Og þá er það ADHD, droppa vent. Plantið hérna er
næst ekki, en hefði verið óbóðslega stórt. Hann á 4K, hvernig restið á liðinu? Þeir voru allavega 2 ef ekki 3 tómir, minni mig. Já. Þeir færðu kaupið. Deigla Armor kaupið hans við Inox. Þeir hafa líklegast keypt sig niður í það eiga samt kaup fyrir Deigla Armor. Allir hátti gæti hent Jakka á hérna, ef hann vill. Nei, En þeir ætla eiga nú fyrir næsta. Við erum going the distance líklegast, eins og þetta svo sem... Eins og sérfræðingurinn sagði okkur hérna. Já, ef að Veka hefði komist yfir þetta sjöttaround sem þeir gerðu við svo sannarlega, þá vorum við að fara í eitthvað svona. Hins vegar hérna, þetta er hættulegt round. Veka eru svolítið búin að missa af þeim. Ekki vekkur núna. Vekkur Möllet smokkin feila Sörk, frábært kill. Þetta var svolítið hættulegt hvernig þeir voru búin að missa þeim mikið niður. Missa augar að þeim, augu annaðurinninni. Sörk ætlar að bara fæta þetta. Já. Vinnu bara fætin, ekki trættu við þetta og jarðardóm og síðan feldur á Mozart. AK kominn á Wizard. Sörk er búinn að vera bara frábær hérna fyrir, bara síðan hann fór í þetta Vekali þá er hann eiginlega bara að gera claim til að vera einn af top 5 spilurum á landinu. Kallar fyrir liðið. Vang er kærulaus þarna og það er 2 á móti 2. Er 2 á móti 2 og Rex er algjörlega einangraður en Mozart allar bara í fætin, allar eftir Rex. Og svo 3 skot, hann nær honum! Pikkar upp koltinn. Bomba fyrir niður. 1 á móti 1. Sérðu hvernig hann sér hann. Oh my god! Vinnur rándið. Mozart, það var stórkostlegt hvernig hann plantaði bombunni, hann sá þegar hérna Deathkick kom upp þannig að þegar hann kláraði plantið og vissi hann nákvæmlega hvað hann var. Stórkostlega spilað. Saga lokar núk hérna. Einmitt, við erum ekki að sjá mikið frá terliðunum hjá þessu liðum. Nei, bara algjörlega mjög svona soft terrorlokur hjá báðum. Já. Bara já, algjörlega, ég tók eftir að Veka var lítið mitt að gera, saði miðum hálfleiknum að þeir átt að kalla pásu og róta niður og spila eins meir í Counter-Strike og sama þegar Saga fór í terr þá var þetta mjög soft einmitt til að byrja með, svo náðir þarna, þeir þurfa bara ekki meira, þeir eru með 10 rándin og hérna ná að klára þetta. Þetta er samt sko punktur af hverju ef við hugsum fyrir áleikinn, annars síðasta rándi sem að Veka er átt að tapa á svona, tapa bara frá sig, allt því voru bara að tapa svo mörgum rándum í röð. Svona ránd, það skiptir svo miklu máli að þið er alltaf svo stutt á milli liðinni í þessu MR12. Algjörlega, það er alveg þannig og líka í hverju einasta rándi líka passa sig í rauninni að hvert einasta kill og hvert einasta sem hún gerir getur skipt svo miklu máli. Við sáum það bara í öllum leikjum, leikina þegar þeir Saga er búin að taka sparrondin og vera miklu meira tætt í þeim og taka kill og þá gera það verkum að Veka eru búin að vera í peningavandræðum eiginlega bara alltaf og þá er svo erfitt að byggja upp einhvers konar hálfleik. Einmitt, en við tölum hérna þriðja mappi væri Inferno og myndum örugglega fá framlengingu þar. En það kemur ljós eftir smá, ætlum aðeins að heyra í styrktaraðalum, komum aftur eftir 5 mínútur. Yes. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Já, verið velkomin aftur á skjánum. Það stórmeistaramót ljósleiðaradeildarinnar sem að heilsaður ykkur innan ferðina. Ég Einar og með mér Jói eins og fyrir í kvöld því sem hafa verið að fylgjast með. Og Jói, hvað? Við sögðum þetta yrði 3 mappa sería. Já. Við sögðum að 3. mappið myndi líklega fara í OT. Eru að fara að horfa á það núna? Já, ég held að hérna þetta 3. mapp geti verið sem sagt, já, bara eitthvað algjört svona slagfest OT. Eða annar liði gæti líka að því fyrir mapp sem bæði liðin eru svona svolítið kannski shaky í að þá ég alveg líklegt að það gætu lent í hólu til dæmis í terr ef að CT-arnir eru með gott util og ná að svona halda aftur að þeim. Já og líka bara ef það heldur áfram sem búið í gangi þessa seríu að það er ekki búið gangi í terr hjá þessum liðum. Algjörlega, það er búið að vera trendi sko, þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hérna að ég myndi alveg geta votta það, ég held að hérna verði það einmitt liði sem eigi sterkari terrorleikin sem mun og hvað það mun þýða, hvort að það séu bara einhver 4 ránd eða hvort það sé meira, ég held að það sé algjörlega þannig og það verður fróðlegt að sjá. Annar liði geti mögulega, unnið terri pistól og komist á okkar rönn og það yrði mögulega bara nóg með því hvernig við nú bara hvernig búið að spila stinga til. Fróðlegt að sjá hvernig liðin tækla þetta á en það við hnífum. Já, við hnífum, einmitt. Þetta svona system það sem að þú velum mapp þá fær hitlið að velja sætt en í 3. mappi velur það enginn þannig að við hnífum upp á hvort liðið fara að velja. Algjörlega, það verður mikilvægt að sjá hver fara að byrja hvar og hérna fróðlegt að sjá hvernig liðin mun spila þetta allan hálfleikinurinn. Það verður gaman hvort að lið séu með sko utilið á hreinu fyrir eins og BX eitthvað svona þannig að þessi hægt, það er mjög auðveld gameplanin í Inferno að fara og bara hérna reyna að láta utilið dreynast hægt og rót mappið og enda svo bara B-teki. Og þú nefndir að nýlega verið uppfærsla á longinu, meira pláss þarna. Já, það búið að breykka banan þannig að í rauninni til að taka sem CT áður fyrir var í rauninni nóg að henda niður 2 mollum og þú gjörsamlega bara karpetaðir bananan. Er það þá ekki svæði hjá Lox heldur hinn megin? Já, veggurinn bara sem brotniveggurinn er á, það var bara breikkað aðeins þannig að allur bananinn breikkaði sko, þannig að mollin næri mitt ekki að covera, þú getur tökka meira í hornin, hann var nú alveg komið nógu, CT-mollin er nógu lélegur sko, þannig að sjáum hérna. En spurning hvort þetta sé eitthvað sem liðin geta notað sér, en við gerum samt ráð fyrir þau séu að spila þetta í Faceit öðru hvoru. Já, þetta er mapp sem að bæði liðin hafa í rauninni alltaf leyft að fara í báðir kjarnarnir og þannig. Þeir leyfa því að fara í gegn sem eins og sjá svona eitthvað third mapp og hérna hafa alveg bæði reynt að spila það sem mappi sitt. Ég man að hötturliðið reyndi þetta alveg og hérna enda eins og við sögum í upphafi að hérna það er alveg go-to gáfulegt að þú ert með lið á Íslandi þar sem að enginn spilar hinf þú getur spilað það þá í rauninni neyðuru vítóið á erfiða staði. Vega var á síðasta tímabili reyna að vera sniðir að pikka hinf en ég held í alveg að vinnreitar að hafa verið bara það lélegt að það var bara ekki hægt. Það er málið að það tekst fáum að master þetta. Það er í rauninni bara, þú þarft hérna mótorstjóran okkar Dóa the Critical Man til að Vissart P250 Vega að vera harðir hann niður bananan. P250 Þeir eru að vinna þess að fæta, taka 3 og dinka Vissart. Þetta gerðist mjög hratt til pussuð þetta niður og pussa bara áfram niður. Viktor geti haldið þetta sætt sér klír, það er það ekki. Hittir ekki, jú gera núna, tekur X. Mýru svarar. Vissart einn eftir, búin að spotta hann er low þannig að Fjarkinn er að flankar hann virðist ekki vera að hugsa það en droppar, skýtur hann að Vankir þetta við það. Vankir þetta í skotinu 1-0 Veka. Þetta leit samt ekkert eitthvað svakalega vel út fyrir Veka í byrjun. Þeir eru svo lengi að ná fyrsta killinu á banan. Ég held að Saga var að fara að vinna þetta. Algjörlega. Þeir stóða þeim sko, Vissart opnaði þetta náttúrulega líklegast og skoti upp mittið, þetta var það hratt sko og þau eru þarna opnir á banananum og það þarf lítið til að gerast til að þeir hefur treytað þetta aðeins þá geta þeir hlaupið líklegast inn á B-bombsettin. Alveg klála, það var bara opið sett algjörlega. En þetta var þetta ekki bara sert, maður færi þetta oft bara eitthvað herði, ég er bara á móti klokku mín, ég ætla bara að kíkja henni mitt, taka einhver skot en hann var bara hausaður á P250. 4 MP9 og 1 FAMAS á móti 3 deiglum, 1 Scout og Tech og Dom. Grena á Rex þarna sem tekur stórkostlegt damage á honum. Já, var þetta ekki skutur eitthvað sem kom með deiglunni? Þeir eru hættulegur leikur þarna hjá Rex. Mikið til að fella hann. Ef að deigluskotið hittir í gegnum timbrið þá Sleppur. Hérna má hann alveg
Bakka mín vegna. Þeir eiga flössana. ADHD, hann með flassana aftalega, getur flassa vinnu sinna inn ef þeir vilja. En þeir bakka Vega. 5v5 ennþá og bara það er eitt. Viktor drepur Viktor nær kill. Death Cake í tennis. Vanker er reyndar mjög gott hjá hann að halda í mollan. Tíminn er það pirraður að mollin hans er að fara að vera a problem. Þeir ætla að fara A. Bomban er farin í 8A. 33 sekúndur. Viktor er fremst í húsinu, búinn að láta vita af sér. Sörk Þeir ætla að sækja upplýsingar. Sörk fer hérna í shadow advantage possuna. Nær einum. Bomba. Snýsum við. Feldur. Dom. Og Vírus að baka smókir að kemur inn á sæt. Vírus. Feldur. Þetta ránd ætti að fara til sögu. 4 á 2. ADHD veit að hann höndaði niður þannig að hann veit að það er görlaupandana. Hann geigar á skotinu. Rétt hjá ADHD, hann þarf bara að lifa þeir vitum einn. Rítekið. Ég segi bara exit að hérna. Þeir geta náðum öllum með exit. Algjörlega og þetta er náttúrulega sko, Inferno náttúrulega er þannig að það er tiltölulega erfitt að komast inn á bombsætana en aftur á móti náttúrulega þá rítekið er líka mjög erfitt fyrir CT-ana. Og hann heyrir í honum. Heyrir í Þeir eru honum. vantilega að fara að ná að hönda hann. Vanker tekur. Repudóm. ADHD. Hettar hann. Jæja. Ná líka í fama sinn. Þannig að Saga beintir án tilbaka hérna. Fróðlegt að sjá hérna Vega taka nefnilega force. Fróðlegt að sjá hvað gera með það. Digla, 1 MP9 auðvitað. Sörk á pening fyrir skát ef þeir vilja það. En tekur Digla armor. Fróðlegt að sjá hvað Saga gerir hérna, hvernig opnaði rándið. Er ekki Vanker eini leikmann í Vega sem að tekur skátt? Sem alltaf Vírus er ekki hann inn á. Jú. Vírus spilaði ekkert skátt. Nei. Klassísk opnun hérna. Mollibanana, þeir skipta hérna. Tilvantarlega á flassa. Já, Vanker þetta koffinflassan. Spurning hvort þeir grípa á hérna. Mozart er komið fram að vegginn þegar Mozart mun éta flassið. Nei, hann... Og hann aðeins báðum Rex, vel gett á Rex og Vanker. Mozart dodgar flassið á meðan Dom kemur hérna upp og étur það. Nær fyrir og nær tveimur þarna. Ofbóðslega... Hvað smókur er þetta? Tersmókur? Já, líklega þetta er tersmókur í miðjuna. Held þetta sé hans. Ég sætti að reyna að finna eitthvað hérna á... Það er nú komið mjög langt. Þetta er ofbóðslega erfitt crossfæði til að Og brjóta hann er ekki búin að missa hann fram hjá sér. En Sörk er upp á svölunum. Nær degluskotinu. Boy. Þetta mátt ekki við fast hjá ADHD og er hann einni eftir 5 Vegamönnum. Vega að púla Saga hérna á þetta. Taka íkóið. Erfitt að koma út úr þessu ADHD. Labbar eins aftur. Hann er bakvið. Hann kíkir. Ég var að fara að segja að hann höfði á planti hérna að það hefði verið glæpur Counter-Strike. Ótrúlegt. En risa ránd hjá Vega hérna og aftur á móti soft ránd hjá Saga einhvern veginn. Labba. Þetta flass á bananunum. Ofbóðslega effektíft. Instant kaupina hjá Vissar til að kaupa. Mateno ADHD, 2 deglur. Allt undir hér til hann að koma leiknum til sínar hendur. Algjörlega. Sjáum hérna. Það er smóknuð mitt. Þetta er Rössabí. Þetta er Rössabí. Rössabí henda grenunum en það er taka ekkert damage. Sleppar hendan Það er ekki móna doppel CT-molli koma hérna og Vega gjössanlega að pakka hann saman Vissar. Svara með einum. Vega bara kom strax auga á hvað var að mæta þeim hérna. Algjörlega tóku samt ofbóðslega lítið damage með, þeir náðu báðir að henda grenum og báðir mollum og tóku samt rosalega lítið damage með því en samt mjög clean, þannig að það er mjög gott fyrir þá að hérna, þetta gat alveg buðið til begge að vona og Saga greina þannig í sundlunni sem ég held myndu taka mikið damage en þeir gerði ekki, þannig að Vega voru svona sekundunni einhvern veginn á undan því að grípa rössið. 3-1 og
deiglur á Saga. Já, hérna er nefnilega málið sko að Veka gæti snowballa þennan hálfleik hérna virkilega harkalega. Þetta eru rándið samt sem að Veka er búin að tapa byssum. Algjörlega. Alltaf þessa seríu á móti Sögu. Hvað gerist í þér? Já, byssum og síðan rándum hann eins og við sáum í núk. Algjörlega. Sjáum hérna. Viktor á glokkunni. Tekur kontakt, vírusur séðan. Drúsuflassi. Niklas sem stilur línunni. Rex nær Vissart hins vegar. Flottu defensive smoke á vírus. Forsar þá til þess að íti gegnum smokeinn. Eða fara í doppelstaki hérna meginn. Eða death kick. Það komar ekki auðvelt fyrir vírus. Hann klárar þetta fyrir kegana á vírus. Algjörlega. Veka 4-1 yfir. Búin að lifa hérna 5 af 2 seinustu ránd held ég. Já. Það eru bara Frábær peningur á Veka. stórkostlegur peningur á þeim. Og þeir halda bara í MP9-unar. Þeir eru ekkert búin að uppfara. Algjörlega. Hérna gæti Taka þér núna eitthvað... Já, ég held að eða? hérna hljóti að koma alveg bara svona superaggression eða MP9-unum. Finnst það... Ekki best spónu á MP9-un. Nei, þeir fara niður bannan. Vírus Já, og bannan, Rex já, eru já. með bannarspónu. Það er Fara rétt, það er þrír, já, ok. Fara þrír. Hvort er pussi niður eða hvort er taki einhvers Bara konar. ekki alla leiðið það. Eða Jú, hann Vanger... er að droppa flössum. Já. Vírus er þetta flassa. Já, ok, það er ekki hvað... Jú, Vanger kom mitt þar. Fyrsta kontakt er Vanger á AK-nu og hann drepur gaurinn í gegnum smókinn. Vanger alltaf að fara að rýpeka. Það sáu það allir þarna. Vanger kíkir alltaf aftur. Vanger á 9-0 líka. Það er ekki Vangerinn sem þið langar að mæta þegar mótari. Nei, alls ekki. Þá er hann að setja upp einhvers konar vegg að B-inu og Veka ekki ennþá búinir að uppfara pissurnar að miklu leyti. Ættu að fá það samt hins vegar hérna eða klára þetta ránd og drepa þær AK-n á loksins. Áhugavert þarna. Death kick. Swappar utilinu sinu á 4. Já. Sörk. Crisp. Snýsi beint við húsinu og gaurinn er að labba í markóið. Hinn fer í hennu smókinn og nær killinu. Viktor er með playið hérna eins og maður segir. Hann er í powerposunni. Sér hann vírus? Vírus. Nei, Næstu því vírus skotin í hliðina. Sá Viktor hann. Já, ég held að. Jú, vírus, Viktor. Vel gert. Vissart. Low. 2 á 2. Saga. Hún er að gera þetta ránd. Var þetta ekki 5-3? Jú, þetta Vanger var hann að opna þetta 5-3. byrjun. Vanger kemur upp mittið. Hann er low og hann eins og er drepur Vissart sem er low. Hann Rex ætlar í gegn. á fyrst. Guðri með HP-ið. Þetta er ekki svo vilt. kontakt. Vanger! Vanger reddar Óstöðvandi. þeim þarna algjörlega Rex með Rex með mistök. Þetta er- óbóðslega mikið misplay, býður upp á. En Vanger skiptir ekki máli, 11-0. Hann vissi svo sem að Vanger er ekki mikið í því að deyja núna. Hvaða bara að drepa. gunn var á Rex hann? Var hann ennþá MP9? Nei, hann var heldur búinn að pikka Var upp kominn AK? AK-in af einhverjum. Ok. En- allavega- Vanger á 2 HP þarna eða eitthvað í loki. Já, þetta var alveg þess gefið að geta búið til vandræði, en engin skaði skeður. Saga hins vegar loksins ná að gera einhvers konar skaða á peningin hjá Vekkallamann, að drepa nokkra á ná bombinu niður, en Vangerinn ennþá á 13k getur gjörsamlega haldið liðinu sínu uppi. Já. Ég held líka, Saga þarf ekkert að stressa sig að vera 5-1 undir. Við erum búin að sjá þess að serju. Síti hálfleikunum sem liðum eru bara virkilega sterkir, þannig að þeir geta alveg kompakið þarna. Það byrjar ekki vel hjá þeim. Hérna, Serk með mikil skada að HD. Vissart eins og að drepur death kick í snæperinu og Sörk er á 5 HP, þannig að 5 HP eins og að líka á ADHD. Sjáum hérna bomban býður í húsi. Bakki 8B. Bomban er að bakka. Fín light hins vegar á Vissart sem að heldur þeim þá. Hins vegar á ásinn, Vanger á smoke. Þannig að hann jigglar ef hann fær kontakt.
49 sekundur og hann á smókin eftir. Vírus Vírus. tekur killið. Þeir vita að Mixi er clear, spurning hvort hann fái rotate. Hann er ekkert að fara Rex. Rex er bara að chilla hann í Marko. Já, hérna, ég er sammála, ég finnst að Vankir megi vera Hann er fyrir fram á smókin. passaður af, missir bombsætin. Allt í lagi samt 4 og 3. Þarf ekki að koma algjörlega, þetta. halda þetta svona úr þessu, þá halda Já. síðan og það eiga alveg að sigla þessu rándi. Ég hátti mjög low hérna. Ekki mikla byssur á þeim. Ná. Dóm gerir vel samt. Fyrsti til að drepa. Vankir hérna. Wow. Mikilvægt kill hjá Vírus þarna. Það hefði getað sett rándið í alls konar bull ef að Engin molli á Vega. Dóm hefði tekið það. Mozart hins vegar er að fara að lappa í Vírus, drepur hann. Bomban er hún pirruð og bananaflangi er ennþá silent. Og Mozart Og hann beilar. Þeir sigla þessu. Þetta er eiginlega ótrúlegt og mjög spes þegar að Vega fær þannig að killið mitt á middinu að Vankir seti ekki smókin niður bara strax og kalli rotatið. Já. Hann á smókin og getur í rauninni að því að hann þarf ekki að smóka svona ofboðslega seint þó að séu 45 sekundur eftir þá þegar smókin er búin eru 20 sekundur. Þannig að Í staðin fyrir að lenda í þeir sem gerðist, skilju, að fyrsti gaurinn er komið fyrir framar smókin. algjörlega því að þú veist Hann þóri ekki að koma mitt að skilju og smókurinn er farin í. algjörlega, hann gerir svo sem alveg ágætlega úr því hann missir að hann heldur mitt þarna á síðan en Dom með risa kill hins vegar á hann. Síðan, já. Og svo Mozart tekur þarna 2 killin til að klára þetta 2 fyrstu killi sín en það eru 2 killin sem gefa ránd og doppelvappi á Vega Rex og kom á vappa. herru, Vankir á $50 hann átti 13.050 fyrir seinasta ránd eða sérst eftir kaupið í seinasta rándi Og Vírus opnar þetta. Vírus búinn að vera góður á vappanum hérna í þessu mappi. algjörlega nær hérna á ekkert trade Rex er á vappanum hérna bara á bíinu sinni stöðu. Í darkinu með þessu á vappanum. darkinu með vappan Ég hef ekki séð hann oft með vappa, ég verður ekki með það. nei sjáum hérna þetta er rosalega stórt ránd Vega á ekki upplýsingar í mixun, hann er smókaður út hann í Marko. Hýri 2 eru í grifju. Mjög sterkt setup. Ja, var það Ágætis- þá í gamla? ágættis Vanger. kókrena og hann lifir þetta hins vegar af ágættis stratt fyrir liðin sem spila á móti Vega í Infernos í framtíðin að læra grenurnar af veggnum á sítíð Vanger er bara að jigla sítíð Já, já. þannig að ef þú getur nelt þær niður þá getur þú tekið hann low hann er hins vegar low hérna með 2 í líf en aftur að hann nái að lifa skiptir eiginlega öllu máli það ítir þeim í burtu frá því að fara á bíið Þeir ætla að fara hérna í... já, þetta crossfire þetta grifju setup er ógeðslega gott það er svo erfitt að klíra þeir þurfa að klíra Þeir eru á sætin sætið samt. ná hins vegar mollan út og vita hann smókaði það og Deathcake næri kill og þeir vita að Nú þarf bara að lifa í grifju. þeir vita árum í Þetta grifju bara að lifa í grifju núna. wow. Þeir veist að Dóm hérna í erfiðri stöðu og hann er feldur. Vírus, triple kill með vappanum risa round hjá Vírus Það var og smá skeri samt þannig að fyrsti maður sleppur hún á sæti. algjörlega, þetta einhvern veginn crossfire var svo gott en svo einhvern veginn missaður á því og Já. svona en Sörk gerir óbóðslega vel hérna í pittinum, lifir í smóknum og nær með þessa killinu 6-2 Vega og peningurinn á Saga er í ekki góður, þeir eiga í rauninni bara að skemmtilegur. spara hérna því að þeir eru með 2900 lúsbónus Já. spurning Spurning hvort þið vilja, þeir eru með 4 tekkur þannig að þetta geti verið eitthvað hratt hjá þeim. já, við sáttum Deglu Armor Kannski spónaði upp mitt, vantilega með það það gekk ekki vel hjá þeim þegar þeir keyrðu banan síðast. nei, er á móti doppelvappan, eru ekki búin að spotta doppelvappan Þeir eru mitt, þeir eru þetta beint við mitt. Þessi grena gerir eitthvað allavega. Vírus sér þá, hérna koma þeir. Hittir ekki, og þeir ætla bara að keyra í vappan. þeir eru komnir með glufuna og Vírus er búin að geiga skotan nær hins vegar þarna skotinu Tekur 2, Vanger fellur og tekur 3. vel gert hjá Vírus. En Vissar nær honum út. Þeir eiga vappa. eiga vappa, reloadan ADHD komin inn á sæt með læti og þeir ADHD veit Rex Rex geigar skotinu og nær seinna skotinu Vissard, einn á Við í honum, kannski læbri. Nei, virðist ekki vera. Núna heyra þeir í honum. það er gæði mættur á bananan þannig að 7-2 og Vega líta óbóðslega vel út hérna
Hérna það kemur minna hættulegt ránd, Já, breytti algjörlega. peysinu hérna og náðu að gera eitthvað úr þessu. Hefði getað fallið þeirra ef að Maggi Vírus ekki náð hann að 3 haglabissu 100%. happaskotum Og- eftir að viffa fyrstu 2. bóðslega vel gert hjá Magga að taka þessi killarna og sérstaklega einmitt, hann er greinilega mjög comfortable í shotgunum vappanum hvað hann er rólegur í rauninni að ná skotunum úr sér þó hann sé búin að geiga 2, hann nær hinum 3 af 5 skotunum og tekur killaði öll sem er frábært 7-2 kemur Molli og Rex tekur vappan, tekur ADHD sem kipti vappan og þeir spotta líka Er eitthvað óvissir á englunum hana? Þeir bara, annars skipti náttúrulega dóma tekinn á snemmaleiks. þarna er Mollin bara sem sagt ekki nógu góður hjá þeim, þeir Já. fristaði að hann cover en hann gerir það ekki. Mósat eins og drepur Rex í gegnum smókin, já, alrighty. Hörðu, nei hann hitti. Það komaður út, Visa tekur hann í húsi. Hann ætti að vera fallinn inn að Vírus eða hvað, sleppur. Þeir eiga sætið, Deathkick er hins vegar eiga ekki sætið ásakið. Deathkick er upp á kötu, upp á stöðunni sinni. lifir. Mósat kestinarsætin, 2v3, Mozart og Wizard. Þeir spila svo sem óbúslega á Wizard eins og nær honum. Mozart það var mjög stór hérna, mikilvægt ránd fyrir hans lið. Hann býst ekki við Deathkick í húsi. 8-2, já, hérna erum við, eins og ég held að hérna hafi ég rétt fyrir mér því að við munum halda áfram í þessu sítínu, hérna verður spurning hvort að Saga nái comebackinu í seinni hálfleik eða hvort að Veka nái að bara klára þetta fljótlega í terri eða þeir eru með, ef Sörk er með eitthvað í stratbókinni þá ætti hann alveg að geta kallað aðeins í kringum Saga því þeir eru ekki confident á mappinu, þannig að Alveg ágætlega, en smá svona fun fact hérna Deathkick, fyrst hann var upp á kötu. Hann sem sagt mjög eftirminnilega í Source og í fleiri, heldur líka byrjun á CSGO, hann kallaði sem sagt öll þök kötur. Hann var alltaf upp á kötunni, allstað. Ég kallaði, hérna, ég heyrði stala þessu frá einhverjum mitt, maður stala alltaf frá betri gæðanum, sko. Já. Ég held þeir hefðu verið að tala, ég kallaði köttu allt annað. Það var annar staðar í hérna, fyrir ofan litlugrifin í 1.6, þú kannst bústa svona þreföldu bústi og svona lítinn skaga. Ég held að það var kallað kata hjá þeim. Já, ok. Stalaði í einhverju, ég kallaði það köttu heilingi, svo ég sagði, nei, þetta er það ekki í tennis. Þannig að Og hvað kallaði það ekki í tennis? ég manna ekki þessu, sko. En það breytti svo bara í köttuð einhver sagði með það og það hefur verið kata alveg síðan þá, sko. Já. Ég er mjög hrifinn af íslenskum, mjög hrifinn af svona íslenskum kollótum, sko. Já. Eiga svona, hérna, það er heritage í því, eins og sé, þetta kemur úr hérna, úr 1.6-inu, Sörk með killið, Deathkick með killið og Veka eru gjörsamlega að salta þá. Málega ennbla Veka, sko, það sem er að gerast líka þegar að ná í entry killin í Inferno og það er bara ofboðslega erfitt sem terr að taka einhvers konar seinni bylgju í Infernoinu. Já, hann á sæti í undirtölu eitthvað og þarna á Rex. Þetta er bara easy clean roundina hjá Veka. Já, þetta er rosalega, aftur, terroundin hjá Saga eru mjög svart. Það menn eru komnir í Já. full disrespektir að Rex ætlar að hnífa Dóm. Algjörlega. Vonandi kemur þetta ekki bakið á mínum mönnum. Hann hleypir vörð, það er engir að passa sig. Hann Jú, sér hann, passa sæti þannig að núna. hann skýtur ekki, þannig að hann er með örugt. Deathkick. Deathkick var hérna, já, 9-2. Hann fara að segja þetta í smástund. En einn punktur samt þetta, ég fíla líka þessi íslensku call-outs, en svo bauðs mér einhvern tímann að kasta leik á ensku fyrir erlend krát og ég er svona, ég kann engin call-outs á ensku af því ég kann alltaf bara einhver íslensk call-out. Já, Það er smákalli. það getur verið smákalli. Algjörlega, sérstaklega svo að maður spila núna með þessum yngri krökkum og þeir kalla einmitt í Inferno einmitt. Þeir kalla þetta long og short, tennis og marko. Og þegar ég heyri long kall í Inferno, það er náttúrulega bara banani, sko. Já, einmitt. Þannig að þetta er allt mjög sérstætt, sko. Keira hérna. Þetta er rush. Það er P90 rush, það er hausinn er farinn, klefinn er farinn. En Manker gerir vel, lærir að gera smókinn. Molli á Mozart, þannig að þeir eru á bombunni niður en eru hins vegar hérna með deglu, P90 og mökku í rítekinu. Á móti 3 AKM og Vappa og Vírus sem er búinn að deyja 5 sinnum og Vankir sem er búinn að deyja 2 svar. Sjáum hvernig þetta fer. Mozart nær 2. Frábær tímasetning á Mozart. 2-2 hérna allt í einu. Deathkick er að bíða eftir þessu. Deathkick er að bíða eftir þessu. Eitthvað. Núna fight.
Hann er að fara að vinna þetta round, Vizard. Vel gert af Vizard. Já, vel gert. 9-3, taka þriðja rándið hérna í algjöru einhvers konar rándið hann í lokin. Ég meina þessi 2 round sem við vinna fyrir utan það fyrsta, eða var það, já, það var þessi 2 round. Það er bara eitthvað svona, þú veist, round á bínu sem eru undirtölu og eiga eða ekki að vinna. Já, algjörlega, bæði rándinurinn sem er komast, og þess að ég sagði í byrjunin á hérna á kastin, eða þessi Inferno, að einfalt stratt í Inferno væri í rauninni að dreina stöffið og taka sko B-tech, að því að taka sætin, það er að halda honum sem síti þegar átt ekki stöffið er bara óbóðslega erfitt. Þú verður að taka einhvers konar góð crossfire og ef að terrarnir eru með eitthvað jú til að þá geta þær hent í rauninni flössum og mólum til að bugga þig, en 9-3 og það verðist verið einhvers konar spot round hjá Saga því að þeir eru bara með gæja á spóni. Dom kíkir þetta niður bannan, sér engan. Það er hins vegar gaur á bjöllu að bíða sem mun. Það er bæja á banna. Álega að vera eitthvað background. Vankir. Já, bomban bakkar. Vankir tók dómana. B-seti er empty. Þetta var beitið fyrir nákvæmlega þetta. Vankir er búin að krossa. Þeir eiga smók. Serkir með smókin. Smók. Ná smóknu niður. Og mólanum. Vá. Ósagt nálægt í að hitta Vankir enn í gegnum smókin. 4-4 retake á B-bombsetin, ekkert kitt. Þeir ætla saman hérna drive-by. Þurfti ekki einu sinni Serk, rústa hann bara strax. Skemmtilega gert að Veka þarna. Þeir ætla bara að fæta saman hérna, taldi langt á milli, manna og Veka samt. Já. En geta sett upp þannig mjög erfitt crossfire. Næsta kill, ræður þessi rándi og það fer til Veka. Algjörlega, Veka eru hérna algjörlega í bílstjórasætinu og ég segja alveg þessi er bara búin að mun betri inn í rauninni og ég held að þeir sigli þessu nú hérna, það virðist vera eins og þetta map hafi sett Sögu í svolítið sett á í mjög óþægilega stöðu. Þeir bjuggust held ég alveg pottið einmitt við eins og við köllum þetta í byrjun að þeir myndu pika Train og Nuke myndi vera deciderinn. Já, en svo líka byrjaði Veka sitt í hérna. Svo er svo mikið momentum með Veka. Ég ætla ekki að segja þessi búið alls ekki, þeir geta alveg klálega comeback hérna, en það þarf bara svo hér. Já, þeir þurfa bara að taka rándið eins og Veka á hann, taka beint tilbaka hérna og vinna rándið. Það er spurning. Vírus. Mozart drepur Vankir og fer í seinna killi og Vírusn er að treyta það. 4-4. 2 mökkur að kampa. Veka vel stressaði. Já, Veka vel. Anti-ígóðum er bara hræðilegt í þessu leik. Viktor nær í MP9 þannig. Og Dom á smók og bomb og tíminn er nú svona að dreynast aðeins þannig að skilja þeir ekki, Dom eftir einan við smók og fara 3 á æð. Já, Saga nær í allt sem þeir vilja hérna. Þeir ná að vera 3 en og sér engan inn á ganginum. Kíkir hann aftur. Tjáti hittir hann, en við sjálfur tekinir í 24. Vizard, allar púst þetta, nei hann gerir ekki. Veka aðeins óvissir hérna, takk upp stöf. Deathkick opnar þetta. Viktor lifir ennþá inn á sæt. Viktor er hins vegar í fossu and a half. Næstuði búin að ná. Þessu var lág hana. Náði hann bara 1. Og þetta er mjög erfiður fættir í skjátt. Já. Og Veka vinnur þetta ránd, þetta hefur svo auðvitað getað farið til Sögu. Algjörlega, Saga kom sér í rauninni frábæra aðstöðu til þess að taka þetta ránd úr því sem komið var, náðu að lesa í rauninni og vera með stakkið, en Deathkick með mjög mikilvægt ránd þarna, þar sem að Vizard geigar 2 deigluskotum sem hefðu getað sett þetta í uppnám nær því treyti og 11-3 og það er forsið hjá Sögu. Sjáum skori hérna, Veka megin, Vírus búin að virkilega heitur hérna eftir að Vankir byrjaði fyrir hálfleikinn mjög vel. Já, Vankir var held ég á 12-0, náði sér vel upp en Vírus kom svo tilbaka þegar Vappin kom í spil og aðeins meira og tók ofboðslega góðan hálfleik. Og samt nær einhvern veginn að hausan, Dom, þeir eru bara treytaðir hérna og sætið er opið. Kom mittar Veka, já þið virðist vera, bomban ætlar að fara inn á B-sætið. Virðist vera og það er mjög langt í 1 CT-in. Ná eins og að takja hann í gegn. En svörpur bombunum niður. Hann heyri í honum hann í rampinum. Leikmaðurinn ætti að vera með hann. Já, ekki hvað er hann. Og Rex drepur Viktor og Vizard einn eftir á móti 2 les en Sörp drepur hann. 12-3 12-3 og til vonina fyrir Sögu.
Saga er náttúrulega bara enn og aftur hérna sama kaupið, einhverjar deiglur, einhverjar smá og rándin hefa spilast þannig að þeir kannski ná einmitt í einhver kill en VK eru að sigla þessu og VK líta allavega mjög meira comfortable í Inferno hérna. Það er meira svona hérna, meiri rútína, þeir voru með mid-smokin í CT niður middið, meira sterkari util á bannanum, ekki þess að þeir hafa átt mikið util Saga en algjörlega Þórir að termit frá VK, ætlaðir upp miðina hérna? Nei, en Cancela er hrifinn af því þeir ættu að vita það að það er smók í middin og það ætti að vera það er ekki margir smókar allan á CT-unum. Slatta skaði á þessari greinu þarna. Deathkick fær loksins killi sem hann er búinn að kampa þessu 2 rándin. Það er alltaf þess virði. VK langar samt að fara þarna í þá. Það eru 3 sögumenn að bíða eftir þeim þarna. Ja, en VK eiga í rauninni algjörlega hérna að þeir eiga að sjá þetta. Það eru komnir þessi smókar út. Það er ennþá samt mínúti eftir. Ég snart drepur hann. Það var ótrúlegt. Og VK á ennþá hérna. Eitthvað leikur sér hana Rex. 12-3 og VK bara alveg búin að frista hérna, ekki alveg búin að ákveða hvað það ætla að gera. Dom með autoshotgun alveg fremst á bannanum, þannig að aftur Saga geta sett upp í svona stakk. Hérna myndi ég vilja að Viktor væri í rauninni framan við library þannig að hann geti verið nær, einmitt það sem hann gerir þarna. Ég hrifnar þessu, þeir eru ofbóðslega þéttir hérna og hérna þarf Venok ekki láta deikluna syngja nema einu sinni kannski. Það vita sem í tennis og komar upp margt og en killinu ætla að fara til VK. Mozart einnina sem er að verða þetta sæta svo en það er eitt komin á flankinu hérna Dom mjög hratt. 17 sek. Vírus. Já, Vírus með gjörsamlega og klárast 13-3. Og VK vinnur seríuna 2-1 og eru þar með 3-0 og komnir í hvað 8-lega úrslit? Þá fara þeir í 8-lega úrslit. Það er, já, þeir eru komin í 8-lega úrslit þá er bara spurning hvort að við getum fengið fyrir svo senast. Production gat sýnt okkur senast þess að challenge mót, þannig að við getum séð hvernig leikirnir á farið að geta hendi upp fyrir okkur. Ég held að fólki sjá það ekki heima en við getum lesið upp til að sjá hvernig aðri leikir á farið. Vegkallan tekur þetta samt og konur í 8-lega úrslit. Algjörlega, en ekki búið á sögu samt. Þeir eru bara niður í 2-1 og geta ennþá unnið sig upp í úrsláttarkeppnina. Algjörlega, Sviss virka þannig að þú þarft í rauninni 3 sigra til að fara áfram og 3 töp til að detta út. Þannig að Saga á 2 sénsa í viðbót til að koma sér í 8-lega úrslit. Við erum alltaf að fara að sjá sögu í þessu úrsláttarkeppni. 100%. Sjáum hérna, Þór vinnur Vía 2-0 eins og við verðum búast. Aurora tekur Fylki 2-0. Kano vinnur næsta, já, og Dusty vinnur 354 svo sem þetta var svona sem maður myndi kalla Hyper hjólið enska er ennþá í gangi og ennþá í fyrsta mappi og svo veit ég að lítur vonandi bara að hafa byrjað en setna. Hann byrjaði að segja 20-30, byrjaði setna Hyper vinna fyrsta map 13-8 og er að tapa 11-4 öðrum mappina. Það er líklegast alveg í third map og svo veit ég, fyrir fólki sem vill að ná að hérna Dusty Academy Sindri er að fara í gang á Dusty klukkan 10 fyrir hann í gang. Já. Sá það að Dusty liðin spiluði rauninni á hérna sitt tímanum alveg. Já, einmitt, þannig að strímið á þeim. Já, þannig að við það er engin dottin út ennþá því að það er útsláttarleikur fyrir utan það er eitt lið dotti út sem var Boys Don't Cry sem ég held að forfita í gegnum allt mótið, þannig að þeir eru út. Er þetta hjóla og ennskapti Hyper, er það nokkvæmt leikur? Nei, það er það er allt einn í rauninni nema hérna leikurinn Dusty hérna Sindri er í rauninni 0-2 leikurinn og hinn er búinn. Þannig að við erum komið liðin áfram, við erum með eitt lið dottið út sem eftir og svo erum við með Þór og VK hérna komnir áfram. Já, þá erum við með í 2-1 bracketinum erum við með Saga, Aurora, Kano og Dusty. Og í 1-2 bracketunum það þá Fylkir, Neisti, 3-5-4 og svo hjólið að enska Hyper er í rauninni annað þeirra fyrir inn, þannig að algjörlega. Við erum ekki búin að ákveða eins og hvaða leik við horfum á hérna á þriðjudaginn en fólk verður bara að fylgjast með hérna á hvað við sagðum á bara Facebook-rásina og líka bara fylgja náttúrulega Rísi á Facebook, þeir sér alltaf öllu þangað og þar getið fylgst með öllum leikjum. Algjörlega. Þannig að já, slá botnin í þetta bara. Þetta var skemmtileg leikur, svona sería sem var hægt að sjá fyrir að það mjög skemmtileg og hún var virkilega skemmtileg. Hefði kannski viljað sjá treynin í lokin en já, mappur skrítið og svona en við getum gefið hérna MVP á, ég held að þetta þá Sörk
Já. Hann var bara Já. gegnum allt í rauninni, meiri segðin í Inferno var hann komin upp í og mikið af fröggum og er náttúrulega kalla fyrir það þannig að eins og ég sagði hann hann er algjörlega stimplað sinn sem einhvers konar topp 5 spilari myndi ég að segja og tekur þetta vekalið aftur, þeir fóru í gegnum vormóti, í gegnum riðlana þar og flengdu það og fóru í bracketin high flying og gera það aftur hérna. Komist í úrslitin þar, svona staður sem Vega var alltaf í gamla dag, komið svolítið langt síðan þeir voru í úrslitaleikjunum síðast, þannig að fallegt að sjá þær aftur þó ég segi sjálfur frá. Algjörlega, og koma sér í rauninni hérna náttúrulega í það sko, sigurvegarinn nú sem saga vekaleika líklegast mjög ánægð með það að þeir koma sér á hinn endan á bracketinu við Þór. Já. Að þeir þurfi ekki að mæta Þór fyrir náttúrulega úrslitaleik. Þannig að setja sér upp svona smá leið í úrslitaleikin þægilegri heldur en að þurfa að fara á móti Þór einhvers staðar. Já, svo spurning hvorum megin Dusty endar. Þetta er Dusty line-up, þetta er smá svona millibils ástands Dusty line-up. Mjög spes einhvern veginn. Eru það að spila frá Bandaríkjunum þessi drengir hérna? Sko, ég veit ekki, seinasti leikur voruð með einn Alex, var með Þorstein og hann er væntanlega, þeir eru náttúrulega allir úr evrópskum liðum þessi Fisher College gæðir en hvort þeir séu úti núna veit ég ekki en töpu allan af þeim leik, það er spurning hversu margir á að spila leikinn með þeim núna en Dusty liði á mjög fróðlegt að sjá og hvernig það verður núna restina af mótinu. Já, en við ætlum alltaf bara að þakka fyrir okkur hérna í kvöld og við sjáumst aftur á þriðjudaginn. Yes.